Já, komið heil og sæl, verið hjartanlega velkomin í annan þátt að Chess After Dark. Já, góða kvöldi. Það eru kattbræður sem að heilsa ykkur í ákvaða íta bara rektakkan því að gestirnir eru sjóðheitir. Já, heldur betur. Það bara þannig, en áður við komum að þeim þá erum við með kalda. Og maður einhvern veginn nýtur blíðuna betur með kalda. Það komið sumar. Heldur betur með það. Og kaldið bruggar án viðbætt sigurs, án rótvarnarefna og ógerelsnittur. Hrein gæði. Já, hreingjaði, takk. Svo eru Íslandssjóður með okkur en við segjum ykkur kannski betur frá þeim á eftir vegna þess að til okkar eru komnir hingað í kvöld Arnar Gretarsson, fyrrverandi landslís og atvinnumaður í knattspyrnu og knattspyrnu þjálfari og núna pólitíkus. Já. Með honum er Kristján Óli Sigurðsson, einn af þáttastjórnendum þungaveitarinnar. Og stjórnmálafræðingur. Já. Sjálfmetaður. Hann gengur undir nafninu Höfðinginn. Verið báðir hjartanlega velkomnir. Já, takk. Takk hérlega fyrir. Sko, við ætlum að hafa þetta svona blandaði kvöld. Við ætlum að byrja aðeins í pólitíkinni og svona og svo ætlum við að fara yfir í boltan. Þetta verður mjög skemmtilegt. Kristján, þegar þú fenguðu síðast með mækarnum, þá tókum við aðeins pólitíkina. Þú hefur alveg sterkar skoðanir líka. Já, ég hef mjög sterkar skoðanir. Já, og sumt get ég ekki í þessari pólitík, eða margt skulum við segja. Já. Og annað get ég alveg en ég og mín fjölskylda höfum ekki við neina kvarta þannig séð þeir eru búið myndi Kópavogi eins og staðinu núna. Einmitt. En og landsmálin eru náttúrulega í lamasessi eins og staðinu núna. Já, já. Og þessi sleggja gúmmihamarinn hennar Kristrúnar, hann er ekki verið að sverfa til höggs á neinum mætti og hún og hennar ágættu samstarfsmenn hafa bullað og ruglað núna í þjóðinni að vera tæp 2 ár. Já, passar. Og lítið gerst og verðbólga eykst og ég sé bara húsnæðisláni mitt, maður þarf að strita mikla maður milli til að Ég vissi ekki sé það en allt í lagi. Hvað með okkur hlægið? Já. Hvernig var ekki patin í dag, Kristján? Nákvæmlega. Ég fekk sterakast. Ég tapaði með Jóni Orra, góðum félagi mínum, á móti Rikka G og Þresti eiganda sporthúsins. Og við ættum eiginlega skammast okkar fyrir það, en það er ekki við dagur til þennan dag. Svo breyttum við lið og ég var Richard, tókum við í létta kennslustund í fræðunum. Já. En padel er besta sport í heimi fyrir það golf og fótbolta. Næstu rétt fyrir parturinn var réttur, sammála því, en golf og fótbolti líka geðveikt. Padel frábær sport. Arnar, er þú eitthvað komin í það? Já, ég byrjaði nú með hann var aðeins með okkur Ég byrjaði með þeim fyrir hvað? Og hægur og gamall. Já, jú, ég er náttúrulega orðin aðeins Fínast skrokkin en hann er bensínlaus. Þetta er bara Svona verður það. Það er ég að fara að búa tíði til að Þessi ástíð. Já, aðeins að hæja á þeir sko. Nei, ég hef mjög gaman að padel en ég hef ekki hennar tíma sem Stjáni hefur sko. Hann er 5 sinnum í viku í padel á mótnana en ég þarf að vinna. Þannig að þessi gæi er að leika sér. En padel er mjög skemmtilegt og ég hafði nú gaman að spila við þessar snillinga en vann það nú yfirleitt heldur en tapaði sko. Já. Það er allavega minningin. Það er konið í pólitíkina, byrjar að ljúga. Það er ekkert nýtt. Þetta er ekki hægt. Sko, Arnar, þú ert þetta í kosningabaratu núna, ertu að gera eitthvað annað líka? Ég hef verið núna að hlaupa með eldri bróðum mínum og frænda mínum. Þeir eru að rafvirkjast. Já. Og ég hef svona, þegar ég var lítið gutti að pappi er rafvirkjameistari og þá var ég svona sumrin að vinna með þeim og svo núna í þessu stoppi þá hef ég svona verið að svona taka í skrúðjóðin þó ég sé ekki menntaður rafvirki sko. Já, segur. En maður er svona undirbúið sig, ég er að fara að byggja eitthvað hús vonandi á næstinni og svona, það er nóg að gera. Glæsilegast iðnaðarmaður landsins. Já, ég var einmitt að hugsa, gaman þegar menn eru bæðir sko. Það er sjálfsagt. Og handlagnir, já. Sko, ef við færum okkur úr padelinu og förum aðeins í golfið úr því að það er nú að koma sumar. Dagurinn í dag er apríl 28. ef mér skjáttlast ekki 2026. Hver er forgjöfin ykkar? Í dag. Mín er 8,7. Ég er búin að spila 1 hring til forgjafar og spila á 77 höggum í leirunni núna á föstudaginn var og ég góður að vinna hópi. Arnar er yfir 12-13 í forgjöf. Það er rétt hjá hann, 12-5. Og aldrei fer hann í einstafstölu. Ekki frekar en í 50%. En þetta er að vísu, ég ringdi í hann þegar ég sá þessa tölu hjá honum. Þannig að ég trúi þess ekki, en þetta var víst rétt. 77, fyrst hringur, geggja. Það er rosalegt. Já, það er frábært. Búin að vera í golfkennslu.
yfirleitt samt, ef maður fyrir gólkennslu og þetta breyta sveiflunum, þá yfirleitt lendur í smá svona læg, þannig að ég átti nú frekar vonað að sjá einhverja svona skemmt. Koma skellindi núna næstu dögum. Já, en ef við tökum bara síðast ár, þá held ég að við spila einhverja 30 hringi saman og ég held að Stján hafi kannski verið með 18 sigur og ég 12 og þá er ég að tala Án forgjaðar. Já. Við vorum nefnilega mjög nálægt hvor öðrum í fyrra. Það er nefnilega lélegt. Góða hlustundur að trúa ekki allri vitleysu sem ég fyrir fram, því að þetta er bara kjafta. Hann er kannski unnið með 2-3 max. Nei, þetta er ekki hægt. Hann er einhver svo, svona 10-12 skipti sem hann hóta aldrei spila með golf aftur. Aldrei. Það er svo langt síðan. Að því ég gaf honum ekki svona pútt og hann klikkaði því, þá var það mér að kenna. Þetta er sko 10 ár síðan. Nei, þetta var í EM 2018. Nei, EM 2016. Ég er að segja Þetta var á 15. holu. Þetta er geggja. Andrúmsloftið í Hollandi síðustu 4 holunar. Menn hafa aldrei upplifað svona. Þið getur hringt í Rikka G og Kristófur Sigurgeirsson og spurt þá út í þetta. Þetta var lasin hegðun hjá sárveikum manni. Já, klart. Við þurfum að fá vínu En við oftar vorum aldrei í golf viku síðan. Þetta verður skemmtilegt. Já. Við ætlum rétt að koma inn á Íslandsveiði. Já, Nú hluti af nýri vildaþjónustu í Íslandsbanka. heldur betur. Þarna færið punktar fyrir að sparna í sjóðum og fyrir að vera með áskrift að sjóðunum fyrir því að krakkana og fleiri punktar því að þið eru auðvitað betri vextir hjá Íslandsbanka og fullt af fríðindum og tilbúðum. Rétt. Fyrir utan það, þetta er reynslumestu, þetta er elsti Þetta er elsta sjóðstýringarfyrirtæki. sjóðstýringarfyrirtæki landsins, skulum ekki glemma því. Nei, og það virtast það. En strákars, þegar Big Income Pally hana. Já, hann er eitthvað aðeins kökinn að Já, hann er þetta ekki í Íslands sjóðum en hann er Íslands banka, Henrik Segur. Já. En þegar þetta er tekið upp núna strákar, þá var leiknum að ljúka PSG Bayern München í undanúrslitum Champions League. Fyrir leikur. Hvernig fannst ykkur leikurinn? Ef við byrjum þér Arnar. Ég sá nú reynda bara seinni hálfleikinn, en þetta er rosalega fótbolti. Ég átti alveg vona á að þetta yrði svakalegur fótbolti, þannig að bæði lið eru bara hrikalega mikið á góðum knattspyrnumönnum, bæði spila rosalega sóknarbolta og skora mikið á mörkum, en ég átti kannski ekki vona á svona flugeldasýningu, en ég átti vona á því að svona Bayern myndi vera meira með boltan, eins og ég held að hafi komið í ljós, en svona stjórna meira leiknum, en bara geggjaður leikur og mikið af frábærum einstaklingum, bara hæðstu gæði og gaman að sjá, við erum að fá 9 mörk og alvöru leik eftir hvaða viku eða 2 vikur. Já. Og þetta, sko, maður átti vona góðum leik, en ekki svona. Þetta er svona aðeins meira heldur en maður átti vona. Gæðin alveg, við erum bara að sjá svona bestu fótboltamennina og við erum líka að sjá lið. Og það er svolítið eins og við sáum PSG fyrir nokkrum árum síðan að Luis Enrique er búin að svona aðeins að stilla hendi í burtu þeim sem eru svolítið latir. Geggjaði fótboltamenn og vorum með frábæra Mbappe og Messi og Neymar. En þú vinnur ekkert ef þú ert með 3 sem eru allir fyrir eitthvað latir. Nú var hann komið með ekkert síðri, svona kannski aðeins minni nöfn en ekki síðri spilara. En allir að vinna fyrir liði. Já. Þannig að þetta var skemmtilegt. Já, Kristján, vorum við ekki bara að horfa á 2 bestu liði heims spila í kvöld? Jú, ég er langbestu. Frábært að við fáum 180 mínútur af þessari veislu. Núna eftir 8 daga seinni leikurinn og þessi leikur var bara eins og bara góður tennisleikur eða paddelleikur ef við förum út í það, sko. Þetta var, maður vissi að alltaf það kemur fleiri mörk og 5-4, bara ótrúlegt í þessu, í því að markmenni voru ekki að gera einhverja glóriðu, sko. Þetta voru bara störlu gæði í sóknarlega og þetta markja Luis Díaz. Það var rosalega. Hvernig það tekur á móti boltanum og maður sem kannski elskar ekki liðið út af lífinu. Það var alveg gaman að sjá hann stimpla sig inn á stærsta sviðið með alvöru frammistöðu í kvöld og Sá er búin að vera frábæri vettur og Púlardi hljóta að vera skalla veggi mjög reglulega í staðan fyrir að Sala gamla fara en þetta einvið gaf lopið það var orðið 5-2 og þá leit þetta helviti vel út fyrir Parsabúa en Bayern liði með Harry Kane, Díaz og Lise þeir geta gert mörk upp úr engu og þeir munu gera mörk í Bæjarlandi, það er nokkuð ljóst en hinn er líka, þannig að það er ómögulegt að segja hvernig þetta fer en eina sem ég vissi fyrir þennan leik í kvöld að vera að PSG myndi vinna þennan leik því að
góðu vinur minn Mikael Nikolásson sagði ég sé ekki bæinn tapa þessu leiki og þá var peningarnir mínir og minna fjölskyldu farnir og farið saman. Sæmilega anti-climax að fara svo í Arsenal Atletico á morgun líka. Ég ætla ekki að horfa. Nei. Ég er bara margt skemmtilega að gera, sko. Undirbúa 1. maí hátíðahöldin og Þetta er fyrir með kröfugöngu. Nei, en þetta er svolítið svona svart og hvitt. Já, Og heldur betur. sérstaklega líka kannski hvernig Arsenal hefur verið að spila svona síðustu misseri. Mér fannst það að við svo góður á móti City, sérstaklega í fyrirháleik, en það er svona kraftur í þeim. En það hefur svona, því að þeir eru líka með frábært sóknarlið. En það er eiginlega svolítið svona, mann finnst einhvern veginn, mér finnst það að koma svona hræðsla við að vinna, það er hræðsla við að tapa titlinum, þeir voru komnir með titilin og við einhvern veginn lið sem var bara á þvílíku flugi, gátum við alltaf mistið sig. Maður sér það, þetta er alveg ótrúlegt hrun á lið. Þannig að ég, svo spilar hann á móti ykkur mesta taktikar í sögunni, Simeone. Þannig að þetta verður fróðlegt. Já, þetta verður örugglega svolítið omment við það sem vorum að sjá í kvöld. Þetta verður taktísk skák. Bara smá plöggkotn, allir analýsir áskrift á þungaðettir.is, það er veisla framöndinu ykkur. Já, það er bara þannig, það eru jóli núna frá með apríl og út október. Það er bara... Þið sjáu spæki áskrifendum, eða ekki? Jú, það er bara kurvan er þannig og bara HM líka, þannig að þetta er annað HM sem við höfum í viktinni og þetta verður alveg mót, maður ætlar að kíkja líka á 2 leiki og... Aha? Já. Ertu, hvaða leiki? Ég fer á England Ghana og Frakkland Norður, Mbappé versus Holland. Vinna styrðan á milli, já. Þeir vilja fá þessar stóru menn sko til að fara yfir leikina. Já, vá. Eitt að lokum ánu, kemum þáttinu, við erum komið nýja vefsíðu, tjassadark.is. Takk Benedikt Brím fyrir síðuna. Rétt. Úr boltanum í annað. Við erum auðvitað með 2 höfðingja í setti og nýtum tækifæri og byrjum aðeins á pólitíkinni. Já. Arnar Grétars er auðvitað mættur í hanna og höfðingin er nú ekki þekktur fyrir að setja á skoðunum sínum. Nei. Þannig að við ætlum aðeins að fara í hana í bóði trekk og við veljum kannski vöru vikunar á eftir en ef við byrjum á þér Arnar, af hverju ákvæmst að bjóða þið fram hér í Kópavogi og af hverju Viðreisn? Já, Kópavogur það er erfitt að bjóða sér fram á stannastæði ég bý í Kópavogi. Nei, þá meina kannski sveitastjórn frekar heldur en landsvísu? Já, nei, það var nú kannski þetta er svona eins og þið vitið þá hefur maður verið með hendurnar á öðrum vettfangi sko, en verið mikið að fylgjast með og svona stutt meira persónur heldur en kannski einn flokk en alltaf verið svona sérstaklega seinni tíð hægri sinnaður, við getum sagt svona maður vill að svona hagstjórnin sé hægra megin og sama tíma vil maður líka hugsa þá sem svona minna meðan sinn og þá getur maður sagt að þú vilt það sé svona, ef maður getur sagt svona vinstri velferð, menn huga því og svo kannski það því að svona sveitarstjórnarstigið er svolítið annað heldur en á landsvísu og oft þegar við erum að tala sveitarstjórn og út í Viðreisn að þá blanda við Evrópusambandið og eins og Stjáni kom hérna inn á sleggjan og því að við erum í ríkisstjórn að þá hef ég svona síðustu ár svona verið að svona kalla eftir því, þekkti ykkur sem hafa verið í pólitík og ít á því að hvort það væri hægt að gera eitthvað í því að taka þessa verðtryggingu af og kalla eftir því auðvitað hefur helst viljað það að það var hægt að gera það bara eins og bara hér heima við sjálf en ég held að við höfum alveg sýnt að síðustu hvað við erum búin að vera með í fjölda ára og við erum alltaf að sjá þessar sveiflur upp og niður, út og suður og þó að menn segja að við eigum að geta, það getur vel verið að við eigum að geta en við höfum ekki sýnt fram á það vegna þess að ég hef þekkt það að búa í öðru landi þar sem vextir eru bara á bilinu 1%, 1,5%, 2% og ef við skoðum bara Evrópusambandið frá stofnun þá eru hæðstu vextir þar 4,5% ef ég man rétt. Takk. Og farið alveg bara niður í held ég 0. Þannig að það er svolítið annað upp á teningnum og menn segja bara ok, við getum alveg síðan þetta sjálf. En ég þess vegna ég kom inn á akkur Viðreisn, ég hef
að svona þær skoðanir sem þar eru mér finnst flokkurinn svona standa frammi fyrir svona ákveðnum svona, við getum sagt það sem ég stend sjálfur frammi fyrir sko. Þannig að þegar þetta kemur upp að kannski við getum aðdragandinn að ég fer út í þetta, ég er búin að standa hérna svona smá brasi í bænum í skipulagsmálum og svona ekki alveg nú sáttu við hvernig það hefur verið og það er kannski svona ákveðið svona ítir undir það að þú kannski vilt fara í pólitík til að reyna bæta hluti og gera hluti einfaldar og skilvirkari og vinna meira fyrir þegna bæjarins og það er kannski svona byrjun á þessu því ég var svona pirraður á kannski bara þeirri þjónustu sem ég var að fá maður að kaupa lóður á bænum og það var rosalega erfitt að ná einhverju sambandi við bæinn og annað og ég ger mér alveg grein fyrir því að það er ekkert auðvelt að breyta hlutum en það er kannski mann er langar að reyna ég veit að það er margt vel gert í bænum en mann er langar að láta gott að sér leiða og reyna að gera hlutina einfaldari og betri en til þess að gera það þá þurfum menn að komast í aðstöð til þess þú gerir lítið ef þú ert í minnihluta það er bara svolítið heldur betur það var reyndar dálítið sjokkar þegar við fengum Þorvald Gissurason til okkur daginn þóttgeverk og við spurum hann hvort var erfiðar að díla við Reykjavíkurborg eða Kópavogsbæ og hann sagði jafn erfitt sem var sláandi ef við tölum bara Viðreisn almennt í bænum og hann hleypi Kristján aðeins að svona af hverju ætti fólk að kjósa Viðreisn í Kópavogi? Hverju? Já, ég Við erum dálítið æðir í þessu afsaka þetta? Já, ég sko, ef við segja við viljum koma inn og breyta hlutum það er margt vel gert í Kópavogi ég get alveg sagt að það er margt vel gert í Kópavogi en svona fyrsta ef við tökum bara svona þá hluti hér í Kópavogi hefur verið svolítið svona sérhagsmunagæsla og Viðreisn hefur svona staðið fyrir því að almannahagsmunir eru fram fyrir sérhagsmunni það er eitt og ef við tökum eitt svona stóra máli sem hefur verið talað mikið Kópavogsmódelið sem er margt það var margt gott í því það þurfti að klippa ákveðin svona hnút sem var að manna stöður í leikskólum sem var mjög vel gert og til þess að þá var náttúrulega verið að minnka viðveru barna þarna inni og þá er búið upp á þessa 6 tíma í gjaldfrjálsu en á sama tíma að þá eru þeir sem eru að nota 7 og 8 tíma að eru með hæstu greiðslunar í Kópavogi og við viljum koma til móts við þessa aðila meðal annars og svo ef við förum svo í bara skipulagsmál við viljum einfalda þar þéttingareiti við erum meira íbúða samráð þar við töluðum Nýbýli 1 ég var mjög ánægður að sjá að Sjálfstæðisflokkurinn tók þau áfram út að byggja þar en svo eftir að koma í ljós nú eru kosningar og ég spyr mér bara ef sami meirihluti verður áfram maður hefur nú séð áður að rétt fyrir kosningar þá er eitthvað tekið út og svo eftir kosningar og þetta áfram minni þá eru hluti keyrðir í gegn en þess að fyrstu 2 ára sem mennum fljótur að gleyma þannig að ég vona innilega að ég vona að vera náttúrulega breyting en vona að við komist inn og þá munum við breyta þessum hlutum við viljum vera meira íbúða samra við íbúða sérstaklega sem vera þétta það finnst mér skipta miklu máli og svo er það sem við erum að tala bara almennt atvinnu húsnæðismáli bara förum í það Lægstu fasteigna skattar á landinu, Kópavogur Takk maður fær alla leið í banka þegar maður fær fasteigna það borgar bara Við brosa á þér Já, en sko ef við tökum bara með við hinn sveitafjörður við liðin okkur þá er það bara veistla sko þetta eru peningar sem fara beint í mínu vasa þetta er einn golfferð en sko hvað ertu búin að fá mikið þinn eigin vasa? Ég held að sé 200 krónur á ári Nei, Nei, en þetta er náttúrulega bara ekki rétt en allt í lagi ég tek undir það er alveg rétt hjá Ásdísi að prósentan í þessu hefur farið aðeins lækkandi það er alveg rétt það er bara hárrétt og það er við getum alveg sagt að það sé vel gert en á móti kemur að
Ég verð að hella í mig þegar ég er að ræða pólitík. Fasteignamat á eignum hefur hækkað alveg gríðarlega sem kemur náttúrulega móti að krónutalan sem við erum að greiða hún alltaf að hækka. Hún að hækka. En á sama tíma bærin að koma til mót sem jákvætt. En með það að við séum með lægstu ég veit ekki hvort það sé rétt en 260.000 króna dótið það stendst enga það stendst ekki það gæti verið með að við dýra eign yfir 4 árin en ekki yfir 1 ár þið viti bara hvað fasteignagjöld ég á húsnæði og þú ert að borga þar 500-600.000 á ári og það er ekki að lækka 250.000 ári. Nei, þeir eru ekki að hækka Nei, en rétt skal vera rétt. Það er ekki 260.000 og þetta er rosalega erfitt. Ég myndu halda áfram að hækka eins og hinnir. Já, það er alveg vel gert að hafa gert það. En á sama tíma þegar verið að spurningin var sko hvað ætlum við að gera ef við tökum bara eitt dæmi annað það er búið að vera mikið að ræða Bjarg óhagnaðardrifið og það var talað það að fyrsta hann fór á fund með bæjarstjóra og þá fyrst var það voru að kaupa þetta markaðsvirði og hann gerði það í gegnum verktaka sem hann var búin að fá og þá fekk hann svari nei en þá þurftur að setja stofnframlag 200 milljónir og það talað það eins og það sé kostnaður. Ég held að ég er nýbúin að vera á fundi eða fá kynningu frá Bjargi og mjög gaman að velreikið fyrirtæki. Þetta er ekki kostnaður, þetta er fjárfesting, vegna þess að þetta er greitt tilbaka eftir 50 ár við 2,5% vöxtum pluss verðtryggingu. Þannig að það sem bærinn er að leggja út hann færi það tilbaka til 50 ár. Þetta er ekki kostnar sem það verið að gera. Þannig að það er smá miskilningur og svo er annað, af því að ég held að margir haldi að þegar þú ert að fá svona leigu íbúðir og þú ert að fá kannski, ég veit ekki hvað þetta eru margar íbúðir en það skiptir kannski ekki öllu. En það hafa menn einhverja áhyggjur því að þetta sé kannski einhverjir svona, ég veit ekki, félagslegt eða svona verra, þú koma einhverju vandamál mjög margir saman. Þarna allir sem komast þar inn þú verður að vera vinnumarkaði og ég held að 90% nú ég ekki að fullir það sem eru að taka þarna leigu, það eru einstæða mæður kannski með 1 eða 2 eða 3 börn og bara kerfisfræðingarnir. Nei, eru bara, en þú ímyndaði ykkur bara, þið viti bara hvernig hlutinir eru að þurfa að borga leigu 250 til 350 eða 400.000 og þú ert einn. Svo færðu 4 milljónir í barnabætur á ári. Þó sért með góð laun þá munar alveg það ef þú ert með svona dæmi og það borgar 140 staðin fyrir 280.000 þannig að þetta er eitthvað eitt sem við vilja breyta þannig að þetta er eitt af þessu af mörgu þið eru rosalega vera með þennan gæða þessi innskoða heldur góð. Nei, hvað mikið að svona liði til? Nei, svo er kannski bara eitt, bara til að loka þessu, bara með eins og ég held að hafa verið á Kópavogsbæ, það séu 2 á biðlista eftir leiguíbúð hjá Kópavogsbæ. Ef þið fara og tala við Bjarg, þá eru, ég held að sé 450, ég held að Jónas hafi nú sagt það í einhverju viðtali núna, þeir eru búin að vera út allt og ég held að sé 450 eitthvað staðar sem eru frá Kópavogi sem eru á bið hjá Bjargi þannig að það eru ansi margir sem eru að leita þessari leið og þetta er kannski bara eitt, svo er annað við erum að byggja allt á einsleitt, þurfum við ekki svolítið að ræða saman og það var annað því ég er búin að fara út eitt hitta öll íþróttafélögin ekki bara Breiðablik og Háká við erum að hitta dansfélag, við erum að hitta nefleika, við erum að hitta skotfélag, gerplu, búin að fara út allt. Og ég get alveg sagt ykkur, það komið mjög óvart að það verður allir að tala um það sama, nánast allir, að samtal við bæinn, nánast ekkert, það er mjög lítið, gerpla var, held ég að vera eina sem sögðu að það væri nokkuð, bara væri fínulegi, en öll hinn, það væri bara nánast ekkert samtal og öll töluðu það að þau voru að springa
bara Já, aðstæða. aðstöðuleysi. Þú fær atkvæðið mitt leið og þú lofa mér golfvöll upp í Guðmundavöll. Já, 18 hólar. Það eru 9 golfhólur í Kópavogi, það búa 40.000 manns. Ég veit að það er eitt af þessu. Þetta er bara djók. Já, en það er bara eitt af þessu. En það sem mér langar bara að koma inn á, því ég er ekki með lausnirnar af öllu, Nei. alls ekki. En það sem ég myndi finnast var eðlilegast, að það yrði samtal við alla og gert eitthvað langtíma plan, vegna þess að við vitum alveg sjálfur að þú getur ekki bara lofað öllu þó að við séum kannski hlendir sporti, þá er svo margt annað sem vantar peningi. Þannig að það þarf að búa til langtíma plan varðandi íþróttina. Golf er til dæmis ekki bara sport, golf er líðheilsa. Það er bara hárrétt. Ég bara tek undir það, Kristján. Það er búið að rannsaka í margar ára rannsóknum erlendis að líftími golfara er að meðaltali 5 árum eldri en hjá bara ekki golfurum. Ég meina, en það, ég held að sé bara þeir sem hugsa, þeir sem hreyfa sig. Og það var ekki skipt ekki sem máli hvort þú verður á golfbíl eða ekki. Nei, bara þessi hreyfing. En það sem ég ætlaði bara að segja, sko, að taka þetta samtal, setja upp langtíma plan og þannig að það sé líka þannig að félögin hafa þá, þú ert með eitthvað plan framundan. Það er alltaf verið að reyna að ná okkur samtali og svo gerist eitthvað og þeir við tölum við blíkanum fleiri aðeila og svo bara kemur ykkur völlur og aðeins að það sé kannski líku við láti vita en auðvitað vantaði þetta en það eru fleira, það er frjálsýrðir og það er annað Aðstæðan var nú sprungin hjá blikum líka. Já, hún er sprungin í Háká líka. Það er að koma vassenda hvar við upp frá og svo kemur hlíðin og það er að koma alveg rosalega stór byggð og það þarf að innviðið þurfa að fylgja með. Að þetta þarf að vinna saman. Og ég held að lykilatriði í öllu þessu að það er náttúrulega bara samtal við íþróttafélögin og búið til plan í þessu. Það er alveg klárt og svo er náttúrulega bara, við erum með skólamál og ýmislegt sem er að springa. Þurfum ekki að fá planið að Kristján að lána samt við það. Nei, við reynum að fá það. Kristján Óli, ætlað þú að kjósa Viðreisn í Kópavogi? Ég geng alltaf út úr kjörkljónum einn. Móðir mín kenndi mig það. Ég er náttúrulega einn af forvitnari krökkum Íslandssögunar og alltaf eru kostningar saman Alþingi, bæjarstjórn á Blönduósi eða forsetakostningar. Foreldrar mín sögðu mér aldrei hvað þau kusu og ég höndlaði það ekki. Nei. Og ég er að nota sömu taktík á börnin mín. Það fær enginn að vita hvað ég kýs. Nei. En það er nú hægt að vera síðan. Og svo er þetta náttúrulega erfiðara í bæjarpólitíkinu að maður þekkir góði vinum hans í frambóði. Þá hljóta er að renna hýru auga til manns og Arnar er það sem Arnar gerir, hann gerir það 200% eins og þið kannski heyrið þessu ræðum. Ég að vara þess að dotta hérna en það er bara svo það er og hann hefur, eina sem ég sett út á Arnar í þessu pólitíkudæmi núna er að hann hafi ekki farið eins mikill keppnismaður hann er að hann hafi ekki farið eftir fyrsta sætinu er í rauninni lögreglumál fyrir mér. Já, það var einmitt það spurning Arnar fyrir þá kjósendur, eða hlustendur og kjósendur að núti sem eru gjaldgengir í Kópavogi. Hvað þarf Viðreisn að fá í fylgi þannig að þú mætir í bæjarstjórnina góðu? Ég var ekki Stjáni búin að reikna þetta var ykkur 8-9% á haus. Það er eftir svona kringu 20%. Við erum ekki með 23 og svo Reykjavík. Nei, á spenanum. Já, það er ekki fullt starf að vera bæjarfulltrúi það? Ég bara þekki þetta ekki. Það er hálft starf. Já, ég þekki þetta ekki. Nei, 23 Reykjavík fullu starfi og samt með allt lóðurétt með þessu. Kom aðeins betur en það eftir. Þannig að, já, alltaf sem gerum 20 eitthvað prósent en þannig að Vinni Kópavogis lögðu upp laupana. Við gerðum það, vorum með flotta kosningu síðast. Já, við fengum 2500 atkvæði. Já, sæll. Tvo inn. Það var ekki stefnan var ekki rosalega löng. En svo náttúrulega bara mætti alla gröfurnar í Hamraborg og þetta er náttúrulega búið. Já, ég sé að þeir voru eins og nafni gefið til kynna, Vinni Kópavogis. Og það er rosalega marg svona sprengjusvæði hér sem verið að Hamraborg er alltaf skandal sko. Já, en ef við tölum bara eru menn sátti við bókasafnið og menningardótið í Smáralind, bara sem dæmi þá er ég ekki, ég er hrifin af menninga Ég þarf þá ekki að fara upp í Hamraborg og ná mér í bækur á móndum sko. Nei, en málið það er kannski 20 í þessu það er kannski hvernig þetta ber að og tengingin þar á milli og annað, við tölum bara á hreinu íslensku að það finnst mér vera svolítið svona sérstætt og svo kannski staðsetningin, hún er líka svolítið sérstök
í Smáralind Er hún ekki bara frábær? Ég ekki sammála, ekki fyrir að fara með krakka og sækja bækur að það allt fullt af bílum. Ég vildi ekki vera á einhverjum öðrum stamma bókasafn og var ekki líka plani líka að vera með að fara í efri byggður og gera það eitthvað. Þar kemur bókasafn. Já, það ég held að sé 150 fermetra hérna í kórnum. Er það hljóðbækur máli núna? En mér finnst mjög jákvætt að það sé búið að gera það sem er búið að gera, en ég set spurningamerki hvernig þetta var framkvæmt og hvað staðsendingin er. Það er eina, en dýllinn var góður. Já, svo kom það Já, en það hefur ekkert gengið þarna í Smáralindi, þannig ég get alveg trúa því að það hefur einhver afsláttur og vil fá bæinn inn í 10 ár. Ég finnst það bara mjög eðlilegt ef við erum með... En mikil innspilningar með garðinum. Og fara að segja fyrir heiminn. Það matöll í heiminum, sko. Klármál, frábær staðsending. Já. Við ætlum að í aðeins aðra sálma, þó ekki ósvipa. Já, nei, við erum áfram í pólitíkinni. En ég var búin að lofa því að velja trekk vöru vikunar. Já, hvað ætlar að velja? Ég var spáð að velja Gróhe Eurosmart Single Handle Shower mixerinn. Já, næs. Hann er auðvitað með króma yfirborð, silfraður og glæsilegur. Já. Hvað kostar hann? Hann er á 14.546 krónur. Ég er alltaf hrifinn að þegar menn eru með svona 546. Það veist þeir ekkert að smyrja of mikið á það, ekki meira þið þurfa. Og svo eru við með Sessor sem að starfa með hagsmunni viðskiptavina að leiðaljósi, mæta þörfum þeirra hverju sinni. Og þeirra nálgum byggir á djúpum skilningi á rekstri. Já, heldur betur. Og starfsemi viðskiptavinins og Sessor saman auðvitað reynslu og stöðu einsinn í nýjustu lausnir í fjármálum, rekstri og upplýsingatækni. Þetta er á svona 100 starfsmenn á Sessorinn. Það er eiginlega bara þannig, en við erum nú að tala Evrópusambandi og það hefur verið mikið rætt og ritað þessa dagana það, hvernig maður slítur viðræðum og hvernig maður slítur þeim ekki. Áratug eftir að aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandi fjöru út enn deilt það hvort að þeim hafi formlega verið slitið eður ei. Þetta snýst það hvort bréf sem þáverandi forsætisráðherra og núverandi stjórnarandstöðuleiðtogi hefur verið nóg til að slíta viðræðunum. Ef við byrjum á því, verið að afvegalega umræðuna varandi kosninguna 29. ágúst. Ekki einfaldlega verið að kjósa hvort eigi að vera áfram í aðildarviðræðum við ESB? Ég verð nú bara að segja að ég er ekki sérfræðingur í þessum málefnum en mér finnst bara vera, þetta er rosalega stórt málefni bara fyrir Íslendinga. Nú talum við bara sem Íslendingur, ekki, og manni finnst einhvern veginn að menn er að fara í rosalega skotgrafir. Bara, það eru einhverju sem eru Evrópusinnar og svo eru einhverju sem eru alveg á móti og svo eru helling af Íslendingum sem veit ekki alveg í hvora löppina er að stíga og vilja bara fá heiðarlega og góða umræðu. Og við erum bara að lendi í einhverju svona leðjusslag sem manni, að því að þessi ákvörðun er risa stór og eins og ég segi, ég hef bara ekki ég er samt búin að vera að reyna að fylgjast og lesa, það var ekki RÚV með góðan þátt sem við voru að fá frá báðum hliðum og tala við það út í Evrópusambandinu og maður fekk svona ákveðnar upplýsingar þar og svo maður verið að hlusta á sérfræðinga í Evrópumálum og ég svona allavega það sem ég hef tekið út í því að þá held ég að þetta með kost okkur peninga að fara í þessar viðræður og menn hafa mikið verið að diskutera það hvort við ættum ekki að byrja erfiður hlutunum en svo var þeir í Evrópu og opnar ykkur að kapla og svo ferði endar á okkur og ég get alveg tekið undir það að þetta verið gott að byrja á þeim hlutum sem kannski skipta okkur mestumáli, það er þeir hluti sem við viljum fá ykkurar sér heimildi fyrir. Og ég er alveg þar að ég hef engan á að fara inn að við fáum undan þáur fyrir þeim hlutum sem við erum mjög á sérstakum stað og ég hef alveg viljað fá að skoða það. Ég myndi allavega að vilja, ég held að flestir Íslendingur, ég get alveg sagt það, segjum að komi já 29. ágúst og niðurstaðan í samningaviðræðum verður ekki góð, þá er ég ekki að fara að kjósa með því að fara inn í Evrópusambandi. Ég vil bara vel fyrir Ísland og ekkert annað. Og eins og ég talaði hérna áðan að ég myndi vilja sjá vaxta umhverfi þar sem börni mín geta tekið lán og geta hort fram á veginn og vita nákvæmlega með hver einustu afborgun og þá lækka bara höfuðstóllinn og þetta sé bara mjög eðlilegt og það sé ekki einhverja sveiflur að því að bæði börni mín sem ég á eru búin að svona síðustu ári búin að vera að kaupa sér fasteignir og ég hamraði á þeim að það mætti ekki að vera verðtryggt og þau óverðtryggðum og þau eru búin að fá stökkbreytingu sem er ekkert eðlilegt fyrir ungt fólk kannski að lána hækkun 200.000. Það er galið. Þannig að
og en ég eins og ég segi, ég ekki sérfræðingur en ég myndi vilja fá að sjá það því ég veit að þetta mun breyta rosalega miklu og það mun gera lífið mun auðveldur allavega ef þessi hlutir en við þurfum alltaf að huga því að halda þeim hlutum sem skipta okkur miklu máli. Við erum með miklar auðlindir, við erum rík þjóð, það rosalega margt gott á Íslandi en við erum samt þannig að við höfum ekki geta haldið utan okkar efnahagsstjórn að það kom alltaf rosalega sveiflur og það náttúrulega eins og ég held að flesti viti að fyrir þá sem eru mjög fjárhagslega sterkir þá getur það verið góðu tími og svo held ég að mikið af stóru og sterku fyrirtækjum okkar að gera upp í erlendu myndum. Já, klart. Þannig að Kristján, hvað segir þú? Ef að kikið bakkan góða? Mér gæti eða líkjur meira saman við. Þetta orðið ekkert eðlilega þreytt umræða og allt sumar það hlýtur að hægt að lækka vexti á þess að við séum að kíkja í einhvern Evrópupakka. Það ekki svo öll lönd í Evrópu sé að mala gull sko. Nei. Og við að fara að borga fyrir einhverjar þjóðir sem að við höfum lítil tengsl við og annað slíkt. Ég mæti eflaust á kjörstað þarna í ágúst þegar ég verið á landinu en við hljótum að geta að lækka vexti á þess að þurfa að fara í Evrópusambandi, ég trúi ekki öðru og einhvers staðar heyrði ég nú að það er engar undanþágur. Sem það eru bara þá tímabundnar. Já, tímabundnar, þannig að ég ætla ekki að fara að missa fiskimiði mín til einhverja þjóða sem ekkert vita hvernig á að stýra rándýrum og verðmætum auðlundum en þetta er ekkert eðlilega, ef ég sé þetta orð ESB þá skrolla ég eins hratt og mögulega gert, ég ætla ekki að vera leðilegur. En þetta er nefnilega það sem ég get alveg, ég skil Stján alveg. Þetta er það sem mjög margir, það sem margir að upplifa, sem ekki gott, þannig að þetta risa ákvörðun að fara í þetta og skoða. Ég held að þetta geta alveg, þetta gæti alveg gert hlutina betri, þegar Stjáni segir að við getum alveg síðan vextina, ég hef bara ekki séð það. Við getum ekki haldið vöxtum, við hefum ekki hvað náðum að halda vöxtunum í 1,5% í 1 ár kannski, og svo bara þetta komið upp í 10% eða 12% og þegar allt fór til anskotans þegar ég var að vinna í bankana og konið 18%. Þannig að þetta ekkert eðlilegt umhverfi. Þannig að en það eru kostur og gallar við alla hluti og ég talandi undanþágur og nú ég búin að hlusta mikið á þessa hluti að þá virðist vera að það sé einhverjir aðeila búin að fá einhverjir undanþágur til langstíma en þá þurfa öll aðildar löndin að skrifa undir sáttmálan en eins og ég segi, við erum ekki komið þangað, við ekki bara byrja því að sjá hvað gerist í þessum kostningum 2009. Svo verður ykkur hasar fram að því og svo kemur í ljós hvort það komi já eða nei úr kassunum. Því nei sprungir ríkisstjórnar? Það held ég ekki. En ef það verður nei, það er dálítið erfitt fyrir Viðreisn sko, því að maður dálítið búin til út af þessu máli sko. En ég held að vera ekki sprungir ríkisstjórn þannig. Bara þegar að slúta þessu, ætlum að fara í boltan. Við töluðum aðeins í byrjun þáttunum kryddpíurnar, skiluðu frábærum ásvöldingi í gær, 5,3 milljarðar niður down the drain. Hver verður borgarstjóri í Reykjavík 2026? Það lítur að vera Ari Edvald, myndi ég held að. Hann með öll trompin og heldi. Fultur úr Garðabænum aftur og hann í bæ. Mér finnst það líklegt að hann verði í 8 stöðu. Já, það þarf alltaf eitthvað að hristi í hlutunum hana. En í Reykjavík mun ég aldrei búa og þannig skipti mig engu máli. Nei. Já. Það er bara stann. Ég kom með smá gagnapakka hérna. Já, geðið? Heimaðan? Já, Reykjavík og niðurstaðan A-hluta, Reykjavík síðustu 5 ár, mínus 25 milljarðar. Rekstran niðurstaða A-hluta Kópavogs síðustu 5 ár, plus 5,7 milljarðar. Vextir af 25 milljarðar á ári eru sviklega 2 milljarðar. Smá gagnapakki. Já, takk. Já, sem betur við býgir ekki. En ég held að það verði eitthvað breytingar Reykjavík, það er alveg klárt. Er nóg að fá bara verður ekki samfélgin að fá ég ætla að segja, sko, ég er sammála en er Pétur Martins kannski bara nóg? Er hann bara spilið sem við þurfum? Social Pete, ég veit ekki, allir þekkja hann alltaf vel gammal landslýsfélagi. Getur hann sagt okkur Social Pete söguna því að Pétur vildi ekki segja okkur hana? Ég veit ekki, Marek Baldursson getur örugglega 16 hann spilaði með Pétur í Erlendis í Stabæk. Eitt er þekkja Pétur sem knattspyrnumann og dreng, svo er annars Pétur sem pólitíkus, það er annað. Við erum náttúrulega báður að hann er náttúrulega komin á stærra plattform og í fyrsta seti
í flokki sem í meirihluta, þannig að hann komin í svolítið hitastæti, borgin risa dæmi og þetta bara verður verkefni, hann náttúrulega en þið séu það líka, samfylkingin hann með móðufélag á bakvið sig, þannig að það svolítið stórt að taka oddvita í meirihluta út og setja hann í annarsæti og setja hann inn, hann kosin inn. Veit ykkur hvað hún heitir en þá? Heiða Björg. Já. En varðandi það, talandi miðflokkina hann sé, ég get alveg séð, mér finnst kandidatarnir fara á Viðreisn, ég er kannski smá bæjas, þetta nú ég farin að þekkja fólkið, það rosalega frambarlegt fólk og ég get alveg séð að þau... En Píratarnir? Ég hef nú ekki verið að kynna mig það mikið í Reykjavík, en ég þekki aðeins til í Viðreisn og svo auðvitað náttúrulega fylgist maður með þessum stóru, það hefur verið sjálfstæðis og það tveir, það hefur verið staðins vera svona gleðina á milli sjálfstæðis og samfylkingar og ég vona innilega að Viðreisn komi þar, að það rosalega flott fólk þar, ég hef mikla trú ég meina, ég er ekki að myndi ekki segja, þá myndi ég bara þegja, ég hef mikla trú á því fólki og ég held að það geti verið í líkistöðu, ég held að það sé ekki að mælist með meira fylgi heldur í miðflokkurinn Hver þetta aftur? Út með Björg, út með Þórald Davíð, Róbert, þetta alveg flott fólk. Já, þetta alveg... Já, bæjarstjóri Grindavík fyrir hann. Eða Þórald Davíð, það glæsilegasti fyrir utan Arnar Grindavík, glæsilegasti bæjarveldur hann. Já, Orri Hlöðvis nú... Wow, sorry. Já, wow, reyndar. Já, þannig að það verður spennandi. Það er spennandi. Herru, förum við boltan. Ég vil koma að boltan. Já. Kristján Godin. Heyri, við ætlum að ræða ég vil bara taka byrjunni, sko, það krónan byrjum maður þetta saknar það búið að loka í Lindum, 8. júní já, rétt, en mín hverfbúin á hotninu, hún lokar ekkert. Þú ert alltaf Reykjavík? Nei, já, ég er hérna á Hallveigarstígnum, sko, skannað og skundað, bara að horfa í skellilhæðenda röðina ég röldi bara fram hjá henni, sko þetta er bara það er engin betri skannað og skundað en ég, engin. Já. Hann að vísu góður. Ég rosalega, já. Sko, ég skannað og skundað. Þetta er upp á gögnin núna? Þetta er með gagnapakka? Hann hefur svo lítið að gera. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Apríl er ódýr hjá mér. Það er bara 230.000. Mars, enn ódýrari. Það var út á páskunum. Janúar var dýr. Já, hann var dýr. En desember mjög ódýr. Ég var dýr. Það er ekkert verið að gíra sér niður. Ég fæ ekki, það er alltaf einhver stig líka fyrir eitthvað. Ég er ekkert að fá mikið af stigum, hvað heitir þetta? Svansfótturinn? Nei, þetta er eitthvað hvað heitir þetta? Já, fríðindastig. Heillakarvan. Já. Ég er ekki að gera gott mót þar. Almennlegt, svona átt að vera. Krónan, skannar og skunda. Kristján Óli, kóngurinn í þessu, en þið getur verið nummer 2. Svo er eitt á henni skannar og skunda, þú getur farið fyndu vöruna, að þegar ég er oft sendur út í búð með miða, sko. Já. Þá er þetta henni skannar og skunda og leiðfinnir gegnum búðina. Bara maps fyrir búðina. Já, það er hrikalega gott. En Arnar, þú komst til okkar síðast í febrúar 2025. Rétt eftir að þú fórst þá, ef að segja á slæmri íslensku, forsæði Gylfi Sig Move, þessi íslensk, frá val yfir í Víking Reykjavík. Þú veist auðvitað sá sem að sótti Gylfa í val á sínum tíma. Heldur að Gylfi hefði verið áfram í val ef þú hefði verið þjálfari Vals áfram? Klárlega, við klára tímafélum með meistaratilli og hann hefði verið áfram. Ég held við nú rætt þegar ég kom hérna til ykkur eftir ég var rekinn, kom einhvern tíma síðan og Blikarnir enda að verða meistarar það tímabil. Þetta er tímabili þegar Víkingur fer í alla leið í Evrópu og þetta er úrslitaleikurinn að Breiðablíkingur. Þeir eru þarna mjög þreyttir og ég kom hérna smá kapli og við vorum mjög mikið að meittum leikmann. Ég var alveg 100% á því. Við vorum ég held við höfum stigið á eftir Blikunum þegar ég er rekinn og einhverjum 4 stigum eftir Víking og rosalega mikið eftir. Þarna vorum alla hafsandina mitta og þannig ég hef sagt oft, ég held að þetta verið mistök. Ég hefði viljað fá að klára og sjá hvernig þetta endað, en það er náttúrulega, maður veit aldrei. Það er mjög, varandi hvort að Gylfi hefði verið áfram ekki, það er erfitt að segja. Ég held að, númer 1, 2, 3 og 4, hún langaði að vinna eitthvað. Það er alveg klárt, og ég held að hann sá það alveg þegar hann kemur til okkar
en greinilega hefur hann fundist ekki vera mikla líkur á því, en svo leita nú bara út á því tímabili að Valur var að fara að taka móti þeir svona hálfpartinn klúðra þessu svona alveg í lokin lenda hann smá brasi en svona boltinn. Ég held að hann hafi farið hann hefði bara talið að vera meiri líkur með Víkinga að vera meistari. Þú talaði náttúrulega mjög vel Gylfa þegar þú komst til okkar síðast og þarna var alltaf að tala vel hann. Skilur þú Gylfa að gera þetta? Já, ég skil hann að því leiti að ég man alltaf eftir því þegar ég vann sem yfirmaður íþróttamála hjá Klubb Brugge og við vorum með svona missjálfurðum og með smá svona krísufund og Eiður Smári var hjá okkur og hafi verið að svona diskutera þarna og búið að ganga illa í 1 eða 2 leiki og þá kemur Eiður Smári og segir sko fyrir að tala því að þarna voru nokkri svona ykkurir þau myndir segja svona litli kongar Hollendingur og Belgi stóri gæjar þar og þá talar hann það sem stendur eftir segir hann í þannig það sem mun alltaf standa eftir það eru titlan sem þú vinnur það sem þú varst virkilega búin að vinna það er engin peningar eða eitthvað sem og að þetta segir hann þannig ég held auðvitað vilja allir eignast eitthvað pening á þínum ferli og alltaf með það en ég held svona þegar svona fram í sækir og eldist að þá er þetta mómentin sem þú lítur tilbaka þegar við fórum að upp og við unnum dolluna og ég held að skipta einhver máli auðvitað náttúrulega miklu meira að vinna kannski enska meistaratitilinn heldur en að vera Íslandsmeistari á Íslandi en kikki samt alveg það sama þú ert að vinna deildina þó að hitt sé náttúrulega einn stærsta deild í heimi en kikki það sama þannig og eitthvað sem hefur aldrei unnið að þá held ég að þú viljir búin að eiga frábæran feril búin að gera geggjaða hluti og það er náttúrulega skemmtilega að vera búin að lifta allavega einum titli þó það eru margir leikmenn sem að var í gegnum feril og ekki unnið verið frábæra knattspyrnumenn. Klárt, ástæðan alltaf fyrir að tala er að eins og Leifur kemur inn á bara Arnar var valla labbaður út þegar þetta gerist en þessi atburðarás var ekki farin á stað þegar hann kom til okkar. Kristján, spyrja þig fannst þér hegðunars kannski vanvirðing gagnvart Val og hvað segir það stöðun á Val sem klubb í dag? Nei, hann bara ekki vanvirðing var, hann hafði bara ekki trú á þjálfaranum og kannski með réttu, þið sáum hvernig hann skólaði þessum titli þeir voru í kjörstöðu í fyrra þegar Gylfi komin í Víking og hvernig tímabil endaði Val það var hárrétt ákvörðun hjá hann að forsa þetta múf og Valur fekk vissulega einhvern pening fyrir hann þannig að þetta var bara ég skil hann bara mjög vel eins og alltaf segir, hann langaði að vinna eitthvað peningar, hann kom ekki í íslenska boltan til að græða eitthvað pening, hann nóg á honum og hann langaði einhverja málma í safnið og fekk hann að skjöldi fyrra og hann sér ekki eftir þeirri ákvörðun í 1 sekúndu og Valsmenn klúbburinn bara búin að vera síðan að þeir rifi gikkin með Arnar í Skotlandi með mig með konunans í símanum að þeir munu sjá eftir þeirra ákvörðun lengi vel og ég búin að vera harður í garðvansmanna og ég ekkert að vera hægt að því mun ekki linna ég eins og fíladir, ég gleym engu og þegar ég mér og mínu fjölskyldu og mínu vinum þá stend ég með þeim fram í rauðan dauðan og það breytist ekkert og Valsmenn búin að byrja þetta mót ágætlega núna en mótið 27 leikir og þeir verða aldrei í baráttunni fram í október, því getur lofa eitthvað hér. Þú fullir það? Já, það er 100%, ekki fræðilegur sjans. Við erum alveg að fara í bestöldana kæra hlustendur. Við ætlum að fara aðeins að því að Arnar er búin að gera ýmislegt frá því fengum að síðast. Hann tók við, þó það sé kannski einhverju búin að gleyma því, hann tók við í Árbænum meðan júlí fyrra. Tók við Fylki meðan júli eins og ég segi þegar hann mætir inn var liðið aðeins einu stigi frá fallsæti en fyrir tímabilið var Fylki að spá sigri í lengjadöldinni þá voru 10 leikir eftir þegar Arnar mætir inn Erfitt að gleyma þessu sko Já, til að byrja með var einhver álög á liðinu og liðið fekk ítrekka mörk á sig og loka andartöku leikja eins og Arnar sagði einu viðtali í undirbúrgi þáttin þetta eins og að lifa Groundhog Day aftur og aftur liðið enda á að taka 13 stigi í 10 leikjum eða 1,3 stigi í leik 10 stigum frá umspilsæti þegar Arnar mætir inn þannig að þetta verkefni var ansi ærið tapi fyrsta leik, jafntefli í öðrum og svo 3 töp í röð, vinnu svo 4 síðustu 5 þegar AG var búin að drilla liðið aðeins. Ég ætla að byrja að spyrja þegar þessu fyrstu 5 leikir eru búnir 4 töp, 1 jafntefli þið var líklega ekkert farið að lítast á blíkuna þannig fyrsta fallega á ferlinum við vofandi. Nei, þú getur alveg spurt alla leikmenn og alla í kringum klubbin. Ég sagði allan tíman við myndum aldrei falla
og ég hafði fulla trúið við myndum ekki falla ég sagði það alveg og við vorum í fallhættu í síðasta leik sko. Þannig að við klúðruðum því sko, að vinna ekki Völsung við höfum getað að klára mótið svona með ennskemmtir að taka 5 leikina en töpum honum þetta tímabil svona já, það er svo margt hérna sem svona sumrar upp ég held raun og veru svo kemur Heimir núna inn ég veit að Heimir mjög vinnusamur og hann búinn að svona æfa mjög mikið ég held að mannskapur sem í mjög góðu standi og það bara lykillinn eins og ég alltaf sagt sko að þú ætlar að gera eitthvað í fótbolta ef þú ert góður í fótbolta og getur ekki hlaupið þá getur ekki neitt þannig að lykillinn í knattspyrnu þú verður að vera fit það alveg bara 1, 2, 3 og 4 og það voru bara of margir leikmenn sem voru bara ekki nógu góðu standi margir tæpir dett út og það erfitt í júlímánuð að laga það já, en ég meina Fylkir raunur þú maður getur sagt sko maður horfir á mannskapinn að auðvitað eiga að vera að keppa en það sem raunur að gerast bara ef maður sér hérna á það bara að vera fleiri og fleiri góði leikmenn, þannig að það bara orðin fleiri góð lið, það ekkert sjálfgefið að fara núna upp Fylkir alveg með góða mannskap, en það verður æri verkefni að fara með upp, en ég veit að Heimir búin að æfa og þeir eru búin að æfa rosalega vel komast aftur í úrslit í Lengjubikarnum en við svo Lengjubikarinn í ár var stórskrítinn, þannig að það maður má ekki þetta ekki eins og fyrir 3-4 mánuðum þegar menn voru að spila á sínum sterkustu liðum þeir eru með blikunum í riðli Rauðurblokki byrjaði svo F og hættir í hálfleik og það snjók og fjallu á völlin já, þannig að það svolítið búið að breytast í þessu mér hefur fundið svona síðustu 2-3 ár eftir að lið fór að standa sig betur í fara lengri í Evrópu að þá að menn aðeins ítt þessu svona því að menn alltaf vilja komast alla leið, þá er mann alveg líka að hugsa bara að fá góða leiki, bara að fá alvöru leiki þú kemur á blúsandi siglingu og ef eitthvað segir, heyrðu, þetta skiptir ekki öllu máli, vilja allir vinna allar undirbúinsleiki og þá kemur betur undirbúin undir móti það hlýtur að, það gefur auðvitað leið það svona var þetta mjög sérstakt þegar við vorum að tala val hvernig undirbúningur var hjá val mjög sérstakt bara, maður svona fylgjast bara nú maður horfa svona hlutlist á þetta en varandi Fylki að hérna, þetta tímabil var mjög lærdómsríkt líka bara fyrir mig að koma inn svona bara koma hann inn og líka bara svona umgjörðin og annað ég held að Heimir sé líka búin að sjá þetta flottu klúbur rosalega svona heimilis svona sætuklúbur en það þarf aðeins að heimilis sætuklúbur já, en það þarf aðeins að spýta í svona ef við tökum bara svona vinnurreglur og svona ef mann ætla sér ykkur hluti þá það bara þannig að þú æfi meira en hinnir og þú undirbyrðir betur og fótboltanum 1, 2, 3 og 4 En Kristján, það hefði aldrei átt að taka við þessu Fylkski því þá var hann í starfi í dag í efstu deild eða næst efstu í Vesturvalli. En ekki, ég ætla að byrja að spyrja þig Kristján, það örugglega erfitt að fara úr Club Brugge í Fylki. Já, það er mjög mikill munur þar það er munur þar og meira svo frá Val í Fylki og jafnvel Káa, þannig að ég, auðvitað kitlaði hann að fara að þjálfa en ég harður á því ef hann hefði sagt takk nei takk við Fylkismenn í júlí fyrra, þá væri hann að þjálfa í eftir deild í dag, ekki í frambúði fyrir Viðreisn nema væri bara bæði mögulega bæði en þetta er alltaf ótrúlegt að þeir fóru þarna í fyrra og undirbúrstímabilið heldur bara að það myndi fljúga upp svo byrja tímabilið bara og það gengur hvorki niður rekur og þá þarf náttúrulega að reka þjálfaran og hann ekki rekur alla leikmenn, það er gamalt frasi og það var alltaf voru aldrei, eins og Arnar segja heldur haus og við vorum aldrei að fara að fatta það voru það mikil gæði í þessu liði og endur náttúrulega bara að vera að sigla þennan líkna sjóð þó svo að þetta var síðasti leikur og hvað var leikurinn þannig að þeir voru ekki að fara nýður og þá náttúrulega þá höfði hann ekki fengið þjálfara ekki að fallið með þetta Fylkis því að þetta var alltaf gott lið til að vera í fallbaráttu í fyrstu deild hann hafði ekki fengið að fara í Viðreisn Nei, ég er harður á því að hann væri með gott þjálfara ekki í dag ef og ég vil alltaf fá hann í U21 og skiki það er fullkomið fyrir Arnar Gretarsson Já, ég ætla aðeins að byrja út í aftur en ok, Arnar, þú skrifaði samning út tímabilið ég las eitthvað viðtal við eftir þetta því hann var greinilega svona haldið alveg opna og myndir halda áfram langaði að vera áfram hjá Fylki Já, ég var alveg svona alveg opinn að skoða, ég vildi svona breyta ákveðnum hlutum en
Máttu eitthvað að segja okkur hvað það er eða? Nei, Eða svona bara eitthvað fagmennska þá eða? þetta var nú svona ég veit ekki Nei, allt er gott. Nei, ég get alveg sagt það getur vel verið svona stundum veist, að maður var svona maður hoppar að neina því mér fannst þetta spennandi og maður var svona vonast til að geta snúið kannski hlutunum og ég veit ekki, ég var kannski ekki alveg að horfa að ég geti komið liðinu upp en maður var svona að dreyma því að þetta er svo sérstakt fyrirkomla þú ætti að koma til top 5 Jú. Og þá kannski getur þú snúið hlutum við og svo var maður kannski að ég hef alltaf verið með hausinn enda náttúrulega að fara upp en ég sagði þetta þegar ég talaði við hann Fræga viðtal, ég sagði við Jóa því að þeir voru ennþá í möguleika að fara í ég sagði ef Keflavík kemst inn þetta var fyrir leikinn þá fara þeir upp þetta er bara svona skólabókadæmi það var eiginlega búin að afskrifa eftir að töpuðu fyrir okkur ég man ekki, það voru ykkur 4 leikjum undan eða eitthvað og þá áttu bara að reka Halla sko. og allt vittlust og svo koma þær bakteria með hennin og þetta er ekkit fyrsta skið sem þetta gerist þeir eru að koma siglingunni en varandi Fylki það sem er kannski líka því að ég var kannski svona tvístígandi þannig að ég var ekki bara keyrum á þetta og svona ég var tilbúin en svona þá getur vel verið að stjórnarmönnum finnast hann er ekki alveg kannski með hugan alveg ekki nógu spenntur fyrir þessu ekki alveg nógu spenntur en það voru ákveðnir hlutir sem gerði mig spenntan en það voru líka ákveðnir hlutir sem voru kannski ekki en ég var alveg til í að fara áfram en svo taka þeir þá ákvörðun að gera eitthvað annað það getur vel verið að það hefði kannski verið bland í bóka fundist ég ekki vera en þá kannski komið að punktur sem Kristján kom að serðu eftir að hafa tekið þetta starf að þér? Nei, alls ekki ég hef aldrei verið í einhverju svona í baksýni speiklinum og sagt jú, auðvitað best er að reyna að læra á hlutum maður er alltaf að læra ég læriði helling þarna að fara þarna inn og sjá hvernig hlutur gerðir út alltaf þú kynnist nýju fólki og hvernig þeir eru að vinna og svo framvegis en það getur vel verið að eins og Stjáni segir ef þú tekur beina til vinstri en ekki til hægri eða keyrir beint áfram og þá kannski lendir í ykkur öðru og það er alveg eitthvað sem það hefði alveg getað gerst En Kristján, af hverju hann er atvinnulaus núna sem þjálfari af hverju skiptir að málan hafi tekið Fylki í fyrra? Ég held bara þetta gekk ekkert frábærlega þetta slapp og þá var fullt af liðin sem vantaði þjálfari í haust og þess vegna held ég og hann var bara í hæsta gæðafleika þessi þjálfari sem voru á lausu í haust og þess vegna er ég með þessa kenningu en það verður að það sé bara einhver hestaskítur sko, en þeir ég held að Arnar þurfi bara að gera sér tilbúin að fá síndala úr sínum gömulu vinnum að norðan að þeim vantar mögulega þjálfara núna strax helgi en svona til að slúta Fylki, menna þeir héldu sig bara í efstu hillu, fóru bara í King Heimi Guðjóns þeir eru bara alveg þjálfara og vinnir, fyrsta deildi er náttúrulega það eru mörg lið að tefla ansi djart þarna því að tekjurnar sem voru að fá í þessari deildi eru bara hnetur við liðin á efstu deildinni og þangað viltu komast í stóru sælun þar sem að veðmálapeningar áttu miklu meiri og sjónvarspeningar og allt annað Þú ert nú að njóta góðs að þeim Já, eitthvað kannski en þetta er bara þannig að þú verður að komast upp til að geta komast í einhverja og þú svona eru allir að horfa í þessa vikingspenninga og breiðarvíspenninga og komast í Evrópu, það er næsta skref sko þannig að ég held að En þá fæ ég að spyrja þig Arnar, fórst í viðræðu einhver lið fyrir þetta tímabil? Nei, ekkert hérna Jú Raunavík ég fór í Já, þú fórst í Færeyja? Já, ég fór til Færeyja það voru Færeyjar og svo var ég líka í Kolding náttúrulega? Já, það var líka það voru ykkur svona við það eitthvað svona, ég var einhverju komið með samning við þá í Færeyjum ég bakkaði út sko. Raunavík? Já, ég svona ástæðan er bara svo þótt þetta rosalega erfitt sko því að þetta gekk fram og tilbaka og búin að fara yfir hlutina og raun og veru þeir búin að gera alveg tegja sig alveg þvílíkt og gera allt til að en þá er maður að því að ég er akkurat í þeim pakkanum núna að pakka húsinu mínu, ég var búin að selja húsið og við vorum búin að kaupa 2 lóðir hérna upp í Vatnsendakörfi að fara að byggja það var alltaf að markmið að við fáum eitthvað byggingaleyfi
að hérna Sneið. að skilja kona eftir með allt það og ég einhvern veginn bara gata ekki veist, maður er oft hoppað í burtu í einhver gig en þá hefða meira verið þannig að verið svona aðeins auðveldar þetta aðeins þannig að ég fekk bara kaldalappir og dróð það tilbaka og mér fannst það erfitt sko. Þannig en Siggi Raggi þurfti ekki þessu til þessu Nei, hann er skellilhænt á toppnum í bestu sko, deildinni. þeir eru alveg með fínasta hóp sko. Klæmi Dólsen, Obbekir og Alex Freyr aldrei vekja. Þarftu meira? Nei, ég held ekki. Þeir voru að skora í síðasta leik bæði Elísson og Obbekir. Til að slúta þessu ég mun tvær ánu, ég hleypi leiði í bestöldina. Ertu klár með skömmu fyrir að vera þeirra fyrsti gikkurinn dettur í sumar? Við þurfum bara að skoða hlutina nú er maður náttúrulega komin í annan vettvang allt annað dæmi og maður náttúrulega komin á fullt inn í viðreisn og þessar kostningar maður vonast alltaf til að það koma góða kostningar og þá bara kemur í ljós ég hef rosalega gaman að þessu en svo veit maður ekkert, ég er náttúrulega blautur á bak veirin í þessu og maður er að læra og það er virkilega gaman að þessu en eins og ég hef oft sagt ég maður svona eiginlega ólst upp með bolta á milli rappana svaf með hann á milli rappana fyrsta árin og maður þekkir ekkert annað og það er eitthvað svona kallar í mann og svo sama tíma líka svolítið skrítið börnin farin að heiman og við tvö og þú ert svona allt í norðin frjáls og getur bara svona að heyrðu ef að skella okkur þangað að gera eitthvað og það er líka svolítið svona sérmennandi en veist, hitt tósar veist, og ég er ennþá ég fekk símtal hérna utan fyrir einhverju 400 það gat verið sem ég veit ekki, gæti orðið rosalega spennandi en svo maður fær oft svona en svo veit maður ekki hvað verður Það er 100 aðstofamann ég gæti í þessu gig ég þurft að ná í alvöru aðstofamann sæll Þetta heyrið þetta stjórnarformenn og stjórnarlega sem er að hlusta Ég er klár Til að slúta, langaði ekkert að vera í TV í sumar, í stúkunni eða? Greinilega var eftirspurnin ekki eftir því ég hef mjög gaman að þér en það var allavega það var ekkit haft samband þannig að það er bara staðan er bara svo það var ekki þannig að ég hafi afþakkað eitthvað sko, ég hafði alveg gaman að þessum það eru skemmtilegir strákar þú ert bara að fara að tala um eitthvað sem ég hefur gaman að og það sem manni finnst stundum það er að sjá þátt í ár Ég tók þáttinn ekki, það var fínt Þetta er ekkit eðlilega ég horfði á hann, mér finnst hann skemmtilegur Hjartan er flottur en það eru gestinir sem eru alveg bara Bjarni er reyndar flottur Bjarni Mari var mjög flottur og Baldur sig og það bara með þekkingu þeir voru mjög, þeir eru skemmtilegi líka En ég er alveg smá samanlega þetta er doldi langt ég er alveg smá samanlega það þarf kannski ekki alveg að fara í svona mikla Það er að fá hotspinnu þarna, þú veist, það þarf ekki Það er að búið entertainment líka En málið það því að þú ert með svo yfirleitt á flestum stöðum svona reynslu mikla gæja það er líku við hægt að ræða og það verður oft bara, þú þarft ekki að vera að tala sína einhverjar klippur og getur tekið bara mörkin og rætt og einhver viðtöl flestir er líka búin að sjá síndu bara mörkin, búið en ok, áframgakk er það, við ætlum að fara okkur í bestu deildina og við erum auðvitað með Bad Mickey sem er með bestu deildina upp á Ríkisskjánum Það eru sameiginlega vinnur okkar Stjána happy hour alla daga frá 12 til 18 alveg bar segir Stjáni allir bjórar krana 1100 kall þannig að allir við sjáum þess ekki bara mikið í Pósthússtræti 9 þetta eru líka ég hef aldrei séð svona veglega klósettin á neinum sportbar eins og þarna það eru glæsileg ég er alltaf bara það sko. Hamborgarnir er ekkert síðri en svo eru við þetta líka með heimaform maður kannski að kíkja á það eins og Fáðu ekki tæki háðan lánuðu Jú, ég er svo hamstur á hjólinu sem að þeir sköffuðu mér svakalega gott að geta horta á sjónvarpið fyrir kartöflin sem mig og verið að lossa sig við kílóin bara leiðin á hjóli frá þeim þú ert glæsilegur heimaform Allt er bara með róðravél í stofunni Hvað segirðu? Það er svo? Sjálfsögð kemur núll Water rower Svo mætti ég hérna og hann hafði ekki mikla trúið mér Þú stóðst þig nú vel Það fara kílómetrin Nei, þetta var spurning hvort þú er undir 2 meðundum með 500 metrar Þú gerði það Pakkaði saman Sjálfsögð 1,50 eitthvað svo Ertu svona eins og í golfinu, sko, lítur ekki út fyrir það en ert svakalur Ég hafði ágjörð tækinn Ég er með fín lungu alltaf Það var að misnota það
Er þetta ekki House of Cards þemað? hárrétt. Já. Það kemur þetta. Já, og svo er það smárikið. Mhm. Ábyrgasta ríkið, tvíþætt auðkenning, takk fyrir. Ég er aldrei spurning, skil ekki mjólkabúðinni, sko, ég fer bara smáriki. Já, nei, Ég treysti ekki, þar er aðmirallin með stimpil á lotti, Mhm. hafnað 18 ára, vill ekki sjá það, Nei. og að lokum grillmarkaðurinn, Já. Hreindýra miniburger, 2 stykki, fóigra, rauðlöksvölda, trufflu, majónes. Byrja að beða með ekki, fara svo að gera markaðin. Aftur að beða með Er ekki. það ekki uppskriftað alvöru kvöldi? En hefði ekki, nú ætla ég að reyða upp spá sem að þú setti fram fyrir mót í bestu deildinni. Já, Lát heyra. leikþáttarspáða mín. Já, gott með það. Ég man ekki sér hvað það var. Breiðablik, Víkingur, KR, Stjarnan, IA, KA, Fram, Valur, IBVF, FH, Keflavík Þór. Já. Ef þú fengir að breyta spánni eins og þið sýnist eftir 4 umferðir, hverju Já. myndir Fengir að uppfæra hana núna. breyta? Ég set Víking á toppinn. Já. Ég set Káur í gæðanarsætið. Það sjálfsög. Ég hendi blikunum í 3. Valur fyrir 4. Fram í 5. Ía í 7. Keflavík í 7. Þetta eru nú sviftingar hjá Já. þér. Keflavík 7. Þór í 8. Já. Ía í 9. Nei, þú varst komið í að áður. Já. Kom ég, Þeir eru á tveimur. Það eina sem Lýtstrákar. ég veit er að IBVF og FH falla. Já, FH fell. Já, þú veist það. Já. Já. Það er helviti stórt. Já. Nú ætlum við bara að Við rúlla erum að yfir spila, Já. þau bara 1 stig og það voru á móti hvort öðru í lélegasta leik sumarsins. Við ætlum bara svona að rúlla núna yfir í róleðitónu yfir liðin, svona aðeins. Já, tökum þetta bara í handáskendiru hérna, byrjum Mhm. samt á blikunum úr því ég er með nokkra svoleiðsett í settinu. Jú. Liðir í 4. sæti með 8 stig eftir 4 leiki voru ánægða búin að vera leiðilegasta leið deildarinnar á flóðgáttirnar opnaðist í gær. Hvað segja blíkamenn? Eru þeir sáttir í dag? Stjáni. Ég er ekki sáttur, nei, alls ekki. Eina góða er búið að fá sér 1 mark. Já. Anton er búin að vera frábær í markinu og var að fá Og frábæri gæðir líka. Já, frábær í gæðir á móti Þórsörunum og hérna bara strax á fyrstu myndu vera hann einn á móti markmanni og varði virkilega vel en skoraði reynda sjálfsmark eiginlega en Vilhjálmur Alvar var með okkur í liði þar. En sóknarleikur í fyrstu 3 leikinu var náttúrulega bara grín í miður og lítið að frétta og bara pakkaði vörn. Það er ekkert í búið og það spila fyrir Breiðablika eða þjálfa Breiðablika þetta sé hérna það sem þú ætlar að sýna af því að stuðningsmenn eru kröfuharðir og sannlega engin kröfuharðar en ég en þetta er þægilegt prógramum þegar ég fara til Eyja næst Já, þægilegt. og svo ERF og það er bara að krafa á 60 viðbútt áður en þeir fara í stóru prófum svo fara þeir þróttarna í byggarnum og ammælastegi blika nr. 1 Gilsarans 13. maí þannig að ég en spilamennska þarf að bata til muna Óli Valur búin að vera skuggina sjálfur sér eða kannski er hann bara ekki betur en þetta ég veit það ekki, hann var að spila á kantinum og ekki búin að skora síðan 3. júlí þar og svo fer hann í bakverðin í gær í seinni hálfleik þegar Valgeir meiðist og leggur upp og skorar hann er bakverður hann var seldur út eiginlega sem bakverður Stjörninu var hann langhættilegastu þar þannig það er staðans og hann og Valgeir eru þá bara 2 hægri bakverðir sem er bara fínt og er með 2 menn í hverju stöðu hann á ekki spila á kantinu með Breiðablik Aron Bjarnæði þá töluvert skári kostur hann kom inn á í hálfleik í gær og lagði upp 2 mörk en svo er spurning því lengur sem Kristófur Ingi helst heilli betra og hann er verið að komast í fínt form þá er hann bara fantagóðu strækir í þessari deild en það má lítið út að bregða ef hann myndi meðast til dæmis þá er enginn til að setja upp á topp þess að staða núna og glugginn loka eftir sólarhring. Já, sko, Arnar, Hjörvar hefur talað með á fleiri að það er kannski ekkit gott að fara úr landsliðsbolta sem þú ert kannski í lóblokk allan tíman í að fara í félagslega bolta og tala ekki þú ert með eitt besta lið svo byrjar hann alltaf að fara að mæta Strasbourg og fleiri, Shakhtar Donetsk og fleiri góðum liðum en hann þarf náttúrulega að breyta stíl, hann getur ekki spilað svona. Nei, ég horfði á búin að sjá smá með ég sá Keflavíkurleikinn, ég sá leikinn á móti Víking svo sá ég svolítið úr leiknum á móti Þór og ég var nú ef við tökum bara fyrri hálfleikinn á móti Víking ég var alveg svona pressan, hvernig þeir voru aggressífir fram á við en svona hvernig þeir halda bolta það sem var svona fyrir smá tíma þetta flæði og búa til mér finnst það vanta mér finnst mér finnst oft verið að senda bolta og það er engin hugsun á bakveða það er ekkert næsta, það er bara eins og þið þekki í skák, þú verður búin að hugsa 3-4 leiki fram í tíman eða jafnvel miklu fleiri
þekki það ekki, er ekki það góð skákmaður en í fótbolta þarf þetta alltaf að hugsa kannski þegar þú sendir á næsta að hann hafi option. Mér fundið svolítið þetta er svolítið svona svona fyrirsjáanlegt og svo hef ég smá áhyggjur af svona varnar leiknum. Ég bara, veist ef við tökum bara við erum með Ívar og hann Ásgeir og Viktor auðvitað líka? Já, Viktor en ef við tökum bara berum saman því að nú eru Breiðablik ég er ekki að tala annað en þriðasæti Blikarnir eru bara komnir á þann stað núna að þú vilt keppum að vera meistari það er bara miðað við það sem verið að eyða í þá er bara keppninum meistara. Það var nú allt brjálað þegar þú sagði þarna fyrir 2 ára síðan að vera með mesta budgeti í deildinni. Já, þeir með alveg brjálað. Hvernig er ásreikningu verið á? Ég meina, þeir eru það er verið að spenna búa? Það er allt, þetta er bara tífandi tímasprengja. Það þarf að draga úr vegna þess að það kemur alvöru tap núna, gerir ég ráð fyrir vegna þess að ef maður horfði bara á tekjuna sem kom í fyrra og það var smáhagnaður. Þannig að en sem betur fyrir eigum við smá pening. En það sem ég hef ágjör af ef ég horfi bara á uppstillinguna og við erum að keppa við tökum bara Víking sem er svona okkar svona sterkastu og þú ert með Oliver Eikrof og þú ert með Gunnar Vassamar og þessar stráka, þetta er svona þungaveikta gæja og að þú ætlar að gera þá þarftu meiri svona alvöru þing finnst mér og svo get ég alveg tekið undir það ég með Óla Val ég var rosalega hrifinn á hann þegar hann var í Stjörnunni og þetta er alveg rétt það sem Stjáni segir hann alltaf spilaði rosalega mikið þar aftur og var að koma í seinni bylginni og þá er hann með meira pláss þannig er hann oft að fá boltan og hann er með mann fyrir fram og hann er kannski ekki alveg nóg mér finnst hann mjög oft verið að ekki að taka rétt ákvarðanir eða gera, þegar hann á að senda í fyrsta þá kannski driplar hann og svo öfugt og það er að koma þeir kaupa hann og það er rosa pressa á honum og hann er kannski ekki alveg til lifera fínt fyrir hann núna í síðasta leikan á að leggja upp og skora og svona koma aðeins inn. Þetta er 75 miljónar pakki fyrir 4 ár. Það er þetta að fá meira mörk á 10 mánaða fresti. Já, ég er alveg saman. Þú ert líka það sem menn þarf líka að því að Blikarnir er náttúrulega líka lið sem er í flestum leikjum mun meira með boltan og ættir að vera líklegri til að búa eitthvað til. En það sem ég bara svona það litla sem maður séð allavega kannski ekki marka alveg í Keflavík en alveg sama. Mér á Keflavík miklu svona einhvern veginn ferskari en svona lítið að frétta þannig maður er svona En þjálfarinn? Ég hef ekkert eina sem Óli bara topp drengur þar sem ég þekki til að þeim dreng algjör topp drengur og búin að gera flotta hluti í með landsliði en svo ef við förum kannski bara ef við kannski eina sem ég myndi segja þú ert Breiðablik og þú ert kannski að taka alveg óreyndan gæja það hefur ekki verið í neinum svona, með neitt lið og það er alveg bara og þú mynd fá þá gaggrinn ef hlutinni gangi ekki upp þannig að þú ert að búa það til og eins og maður segir þegar þú ert komin á ákveðin stað að í stað þú ert að keppum titil eða það er svona krafan lágmark Evrópa að þá yfirleitt fara menn í efstu hillu ykkur sem hafa náð og gert eitthvað það sem hún getur sagt, hann er prúfin það er svona yfirleitt en ef þetta virkar, þá getur menn sagt og þess vegna var þegar að Dóri var ráðinn, þá voru margir betur hvar í gangi Sölvi líka já, sama, en Sölvi kemur eftir Dóra og þá getur mann sagt að það er auðveldara að fíla til að hinn gerir það á meisturum og þá getur þess að þeir fyrst að þetta gekk þarna Sölvi líka die-hard vikingur eitthvað neginn, bestu vinum Kára nákvæmlega, þannig að og kannski búin að vera líka lengi með Arnari og sama með Dóra, þannig að hann kannski tekur mikið upp en það sem menn með ekki gleyma í fótbolta að þú getur verið með allar svona hugmyndafræðina og ég pikka upp, ef ég Stjáni búin að vinna hellingatititum og ég er aðstofamaður og ég pikka upp rosalega mikið en þegar þú þarft að vera aðalkallin og það fyrir að ganga illa þá fyrir að reyna á það reynir ekkert á því með að gengur vel og hlutinir rulla en þegar að hlutinir fara og það kemur pressa og þú þarft að fara að díla við það er einhver erfir í klefunum og allt þetta dæmi þá skiptir svolítið máli að þú hafir svona smá reynslu í því eða svona kynnst ákveðnum hlutum það er bara það er svona að segja menn þegar þú ert að fara
ef við tökum bara ráninguna á Ígo Tútur þetta sem fór til Tottenham að svona flestir svona segja bara hann ekki búin að vera nálægt Englandi í langan tíma og hann á að fara að bjarga ykkur núna þetta glórlust ef þetta væri í byrjun þú voru að gefa henni bara tækifæri að fara það hefði kannski verið svolítið annað en að fara inn í svona Viltu bara samanlært þess að ég segi það kannski ekki alveg en það alveg til helling af ykkur manni sem þú getur farið og þeir þekkja deildina og vita hvernig þetta virkar því að enska deildin öðruvísi heldur en margar aðra deildir þannig að Ég sé að Leifur Eiðar í skinnuna, hann vill fara í Vesturbæinn. Þetta er búið að vera blika. Maður búin að sitja höndum sér hérna. Þú tilbúin? Já. Tökum bara káur og svo vikið. Þú léttari núna. Já, maður allur annar. Það einhverju fargjaman létt hérna. Því að Viktorunar, kom ákveðs punkti fyrra. Hann sagði, Leifur, nefndu mér einhverja leikmenn sem eru ekki fyrstu deildar leikmenn í þessu káarliði. Og þetta var svolítið borið uppi af Eiður Gauta og Aron Sigur, mínum að besti leikmann deildarinnar. Mike segir þetta bara besti leikmann heimi? Ég reyndar ekkert ég held að sé svona 4-5 leikmenn í þessu liði sem gera tilkall í landsliði í dag, allavega. En það voru leikmenn sem voru bara ekki alveg tilbúinir fyrir Amin Kosic, svolítið að vennast tempónu, búin að hlaða á sig 10 kílóum. Hann eiginlega óviðráðanlegur í dag. Leiðum honum að klára? Hrafn Tómasson, búin að slíta krossband 2 svar, spila með KF, nú hann bara loksins heill og það sér maður hvað hann ógeðslega góður í fótbolta. Við eigum Sigur Breka einhvern veginn bara inni, hann ekki eins og byrjar að ræða minn. Það litli hérna, já. Alexander Rapp, Pálmason, missum hann auðvitað á miður sumri en hann líka búin að bæta við sig einhvern 7 kílóm, hann lítur ekki út frá 16 ára, hann það samt. Og svo auðvitað, bara virðist vera menn nokkuð fínli, Arnór Ingu auðvitað viðbútin, hann líka ágætur í fótbolta en það mín skoðun, hvað segir þið Kristján, byrjum að þér? Já, menna Óskar búin að búa til bara nefnir menni svo Gabriel Hrannar og Geggjaður. Já, bara þetta leikmenn sem að mínu kaliberi, mínu viti hafa bara verið bestafalli í neðri hluta í úrvalsdeild leikmenn eða bara fyrstdeildar leikmenn. Og káeringar og Óskar, hann tók náttúrulega fleiri, sumir eru farnir og byrjar bara að þjálfa á svona staðin en eru inn í félaginu en Óskar bara sanna sig sem langbæsti þjálfarni í þessari deild. Liðið, það sóknabolti frá fyrstu sekúndu til síðustu sekúndu og hann ætlar ekki, hann var leik frá því að falla í fyrra og hann núna komið 4 sigra í röð og 12 stig og í 22 leikjum fyrir að fekk hann 22 stig. 24, hann komið helmikið nú strax í 4 leikjum. Fyrsta reisaprófið segja menn á Hlíðarendan og laugardagskvöld tóku Valsmenn í bikarnum með Egilshöllinni í mjög frægum leik, pökkuðum við saman og það var kannski forsmekar að þessi koma skildi á KR. Ef þessi strákar haldar þeilir með Óskar þegar lengja í mótinu og hann sér það eitthvað möguleiki á skildinu góða þá náttúrulega kannski lítur hann eitthvað aðeins að þétta raðirnar af því að þú getur eina sem ég sé að KR verði ekki tilbártunni til síðasta leiks það að markmann ekki nógu góður hann missti náttúrulega Arnar Freyr strax eftir 11 mínútur í fyrsta leik sem var gríðalt áfall af því að Halldór var hann í markinu fyrra og hann strax byrjar að henda á grilli núna við sáum í Vestmanni þar sem hann gefur mark á silfurfati og annað slíkt þetta mun kosta þegar Víkingur og þessi betri lið mæta þeim þá munum vera refsað illilega ef að Halldór ætlar að vera ennþá með silfurfatið hann langar að vinna silfurskjöldin og þá þarftu að koma í veg fyrir svona en það unin að horfa á þetta lið og ef maður kíkir á næstu umferð þá bara kíkir maður hvað KR að spila það leikurinn ég vil sjá, það leikurinn ég vil ekki missa af fótbolti skemmtun, Óskar búin að segja það í mörg ára að fótbolti þetta 90 mínútur, þetta líður og stutt fyrir leðilega fótboltarík og það bara hárrétt hjá hann. Arnar? Já, ég get alveg tekið undir það. Fótbolti í dag orðin svona heilt yfir, ef maður horfir bara erlendis, mjög margir leikir í Premier League, þetta annarlið pakkað og það bara verið að senda, ef við tökum bara mitt í Liverpool, það bara hræðilegt að horfa á það, sko. Þannig að mér finnst mjög gaman að horfa á KR, mér finnst og tek undir það raunur eina sem maður svona hefur kannski ágjör af, ég er ekki káringur, en mér finnst bara gaman að horfa á, við alltaf fundist gaman þegar maður sér þjálfara búa eitthvað til og Óskar hefur náttúrulega mjög sterkar skoðanir með mjög sterkar hugmyndafræði hvernig hann vil gera hlutina, svo held ég hann sé smá þrjóskur
og hann að gera mjög skemmtilega hluti, það gaman að fylgjast með því, en svo spurning þegar hann var með Blikana, vil ég meina að þá var hann held ég ætla að sjá meira það sem ég sé, þegar þeir vera meistara þá held ég sterkari varnarlega, þá ég bara að tala afturstu. Ég liði ári áður var skemmtilegra og betra. Já, sko, en sko ef við tökum bara þegar Árni Vilklúra í vítinni í kriganum. Já, en það sem ég kannski mestar áhugjur af eins og hann kemur inn á þegar út að spila á móti liði, eins og Víkingarnir er náttúrulega langlíklegir til að hlaupa í burtu með þetta og að því að þeir munu refsa, maður sér þetta er svona ákveðin vél, þeir gefa ekki mikið af mörkum á sér, þeir eru þarna bara að koma að sækja stig, það er raunur þó er þau spila oft skemmtilegan fótbolta og skora mikið af mörkum og eru með mikið af flottum fótboltamönnum, en KR er náttúrulega svolítið annað, þeir eru það getur verið, þetta er svona ef við tökum Bayern og PSG og þetta er svona svipaði maður horfir á Barca Real, það er bara fram og tilbaka og það er henni bara sótt, það er ekkert verið að leggjast tilbaka, KR er svolítið þar en maður hefur svona áhugjur af varnarleiknum í því að því mér fannst það vera rosalega brattur í fyrra, mér finnst ógeðslega gaman að horfa á leikina, en svo svona dala þetta þegar þetta leið á og þá fannst mér svona leikmennir svona hálfpartinn svona farnir að efast á til þeir voru að tapa leikjum aftur og aftur í lokin og fá svo mikið af mörkum og leikilatrið í öllu svona að gera, þú voru að trúa því svona að gera nú er hún aftur til staðar alveg þú sér það og ég held að það hjálpi líka að fá Arnór Ingva inn, hann er svona fyrir mér svona solid leikmaður og er ennþá í standi og ég held að hann gerir mikið fyrir þetta lið sko og hérna ég vona innilega að ungi guttinn haldist heill, þá er ég að tala um crossbandagutinn en þess að maður er alltaf hræddur þegar maður heyrir sko unga stráka tvisar sem nú fyrir crossband að gerfigras vellir út allt og maður er alltaf bara svo hræddur út ungur en eitt skiptið að það er rosalega flottur strákur, það er mjög mikið að kemur á óvart, svo mikið að ungum strákum að koma hana upp er út 23 ára? Nei, kannski ekki í dag 23 ára en það kemur kannski ekki óvart ef hann er búin að fara í crossband í tvígang, það er bara 2 ár það er bara á Íslandi eru bara 2 ár, þú missir ár ef þú fer í crossband, þetta er ekki eins og úti þannig að káringar eru sko, þeir horfa á titilinn sko, þó að þeir segi sko, það er eitthvað núna Evrópusæti, vegferð þá er það káringurinn er að horfa, ég veit alveg hvernig þeir horfa á titilinn. En Leifur fekk náttúrulega að draga í leikjaniðurinn fyrir þá. Þeir eru ekki búin að fá eitt gott lið. Þeir fá valsmennum. Já, þeir fá núna næsta helgi. En annað eins og líka sko Saturday night, Under the Lights. Já, það verður gaman. Já, en það er líka eins og þú segir sko, ef menn missa trú á þessu, þá verður þetta erfitt og það er ekki til að við erum búin að fá okkur 2 mörk í leik. Ef andstæðingurinn gerir vel, þá munar skora einhver mörk. En það er annað strákar sem ég verð að segja, hafandi hort á KR-leiki núna síðast og síðan IBF í TV sko, báðir leiknir á gerfugrarsvöllum ég hafði rangt fyrir mig þar ég var ekkert alveg seldur á þessa gerfugrarsvæðingu sko, en horfandi á þessa 2 leiki maður mann hvernig það var í IBF upp á Hásteinsvelli sko, í gamla dag ég hugsaði, er okkur svona fótbolti áverðspilaður þetta er bara rétt ákvörðun. Já, ég sammála því ég get bara alveg tekið undir bara hjartanlega bara, svo er líka bara að maður hugsaður út í það að eins og margir sem hafa kvartað að þú dragir litla strái og í byrjun tímabils segjum að séu 8 lið af 12 að spila á gerfugrasi og svo toppliðin lenda kannski í fyrstu leikjunum á útivöllum á móti ykkurum á grasvelli sem er handónendir og ert kannski með mjög spilandi lið þá getur lendið því að tapa stigum sem að endanum tapar mótin á en þess að kannski þú verður að líða svo á að þá er völlurinn miklu betri að því að Keflavíkurvöllurinn til að líður á þá hann verður flottur sko, þeir eru með vökunarsystem og það er alveg já, þannig að hann verður góður en þegar þú byrjar svona snemma, við erum að spila fótbolti í apríl sko, við erum á Íslandi þannig að það er bara sko beður. Þeir fengu 6 mörk í grilli KR síðastur mættu á Hlíðarenda í deild sko. Já, til að slúta KR við erum með þjálfara í setti hérna og ég vona þjálfara sperri núna Eirun hvernig vinnum maður KR eitthvað? Hvernig vinnum maður KR? Hvernig lokar á þetta lið? Nei, sko máli, þetta er stór spurning, það skiptir svolítið máli með hvaða lið þú ert með. Þannig að ef þú verður með
Bayern Munich, þá myndir líklega fara bara og keyri við það og halda boltanum en veist, ef þú ert með lið sem ræðir ekki að halda boltanum Segjum við þú varst með, tökum bara síðasta lið valsliðið þitt, hvernig myndir þú tækla þetta káarlið? Já sko, þegar við erum ég vil meina að þegar að Valur er svona upp á sitt besta með alla að þá er þeir alveg geta verið í hérna 50-50 á móti Káur eins og Káur er að spila alveg klárlega en svo er alltaf spurning eins og þeir voru farnir að spila þá getur líka verið svolítið annars slæði að leiða að koma framar og breyka þá og vera skynsamur en það var það sem ég gerði í fyrra já, en svo er það líka þannig að þeir eru út með svona rosalega aggressífa pressu að þá þurfa við bara að vita hvar svæðin eru og hvernig þú átt að þá er það yfirleitt þannig það er ein sending á link upp mann hann þarf að ná að leggja boltan tilbaka á eitthvað sem snýr fram og bolti í gegn eða skiptum kant Heimir Guðjóns fann Já, hann var leikla náskari. Já, þannig að þetta er alveg möguleiki og það er bara, og þetta þau lið sem fara kannski að gera og ná að spila sig út úr þessari fyrstu pressu, þá eru rosalega möguleikar. Við sáum alveg, Valur var ekki góður í byggarleiknum, en það komum alveg moment. En sko, mér fannst Valur slakir en þeir áttu að geta gert samt betur í þeim leik. Það eru ennþá möguleikar á mótið þeim, alveg klárlega því að þeir gera það, en núna kemur smá sjálfströst, það verður gaman að sjá það núna því að nú er Valur búin að tapa fyrir þeim og töpu illa og nú eru heimavelli eru konum með confident en ég hef síðan hvaða leið svo leikjum þeir hafa ekkert verið samfærandi valsmenn þannig að ég held að þessi leikur múti Stjörnunni, ég held að það hafi bara verið 50-50 leikur, Stjarnan meira með boltan en svona þannig að það er líka varnarleikur ekki nógu góður tryggum við svo nokkra þetta en samanlega, förum yfir í Víkina liður öðru sæti með 10 stig eftir 4 leiki sko Kristján, maður ætti ekki bara að segja að þeir séu búinir að hámarka stigafjölda sinn og þeir séu bara búinir að kveikja vel og hún mun bara halda áfram alla út í óendalega Jú, þeir hefði ekki það með 12 stig, þeir áttu að fá víti og þetta byrjaði að byggja síðustu mínútu og gerum við sig á punkti þar, við vitum niðurstöðuna úr því og svo fara í norður og vinna sanngjarnarsigur og þannig að þeir eru alveg búin að fá Stjarnan var ekki búin að tapa leik þegar mætti í Víkina og svo fóði Skaginn er búin að vera eina mestu vonbrigðin á tímabilinu þannig að þessi Víkingsvél hún mun bara verða betri þegar líður á sumarið hann er búin að vera rótara svolítið á Sölvi minn sem Ármann Ingi sem var ekki hópi í fyrsta leik hann er að byrja þarna og annars slíkt, Elías Már er að koma gríðara sterkur inn, búin að sokka menn þig til dæmis? Nei, ekki að sokka mig, hann var ekki að geta neitt á ég sem stjórnandi hlaðvar sem fótbolta, þegar leikmaður er keyptur heim frá Kína og er ekki búin að skora mark á æfingu frá janúar til mars Ertu að mæta á æfingu? Ég er búin að taka hjólatúra á hjúkjólinu mínu margótt niður í Fossó Sást ekki eitt mark? Nei, ekki eitt mark Hann er bara það ekki að sækja einhverja bolt eftir sig þá setur maður spurningar þeir buðu hann í Keflavík á láni, það er fakt Í alvöru? Já það getur ekki verið Ég gerði það víst, en málið það að Keflavík sagði nei vegna þess að þeir vildi vera með klásúlun að taka hann aftur heim í sumarglökun vildi spila hann í gang þannig að, og hann er búin að vera frábær Gylfi Sig er búin að vera spila fyrsta leikin meiddur og tala hann er ekki með og annað slíkt en þeir eru bara með breytt en Ekroth meiddur, ég alltaf að tala að það vanti þannig gæja í Breiðablik Ekroth er farin að fara hratt niður fjallið, ég held að Víkingslið sé betra án hans í dag Gunnar Vatnamær er maður sem geti ekki verið án það er staðan og Jóhannes Kristi múin að spila 4 mínútur í fyrstu 360 mínútunum þannig að breytin er gríðaleg það var erfitt að horfa Bjarna í stúkunni í gær að tala hvað Víkingar voru flottir og sonur hans fær ekki að snerta grassið, það var erfitt að sjá þetta Arnar sko, eins og ég spurði Kristjana ég meina, Víkingar eru við erum ekki að koma ykkur hot-take þeir eru að fara að hlaupa með þetta mót eða ekki? Ég vona ekki ég vona innilega ekki, ég vona að þetta verði skemmtilegt mót sko, en maður er einhvern veginn hræddur við það svona maður, ég vona káringarnir geti komið, ég veit ekki með mína menn sko, ég vona að þeir einhvern veginn svona, nei, ég er að tala um blikana ég held að káa þeir eru ekki milli ráðið á vel á annan 20 milljón á ári hvað séru? Þeir eru ekki milli fara á því blikarnir lengur bara káamennir þetta er alltaf ekki hægt en við vorum að tala um Víking sko að því hann var að tala um Ólafur Eikroff fyrir mér er hann langbesti hann er að tala um að hann er eitthvað hægja á sér en fyrir mér þetta er langbesti varnarmaðurinn í deildinu hefur verið
var ekki alveg eitt árið þarna til að blikarnir taka, þá var hann eitthvað að ströggla með meiðsli en þegar hann fit, þá er ég líka bara að tala hvernig hann ber boltan upp með liði, hann liði sem með boltan 60% í náttúrulega öllum leikjum og kemst það líka upp með meir en aðri varnarmenn? Alveg klárlega Það var bara í fyrsta leikum hvernig ég er sammálaður, þar hefði ég viljað sjá guldspjaldi eða eitthvað, alveg klárt alveg lágmark, en hann komið með þetta er svona hans svona, veist, hann með þetta reputation, hann svona bata skæi, en hann líka góður í fótbolta, hann klókur, hann að þræða línurnar, hann spilar svo marga andstæðing út og hann góður í því, þú sér ekki marga svona vera að intercepta sendingar og hann að senda 20-30 metra sendingar upp völlin sko. Það ekkert margir, svo þetta hörku varnarmaður, en ég alveg sammála því, hann farin að eldast og ef þú ert ekki fit, ef þú ert meittur, þá náttúrulega ferð að sjá því, svo bara orðin meiri gæði í deildinni, þannig að þú verður bara að vera í standi að þú ætlar að vera yfirburðar, því að við erum að tala um að bestur sem afsend og ef þú ert ekki í standi, þá náttúrulega kemur fyrir í leik og að leið og þú gerir mistök, að þá það stórmistök að þú ert í þeirri stöðu, en ég bara sem bliki að þá vonar maður að hann verði ekki alveg í toppstandi en að segja bara til að gefa hinur liðunum og ég er sammála Stjána með Gunnar Vatnamar, hann líka frábær leikmaður sko. En það sem kannski sko, ég ætla ekki að segja vandamáli Víking, það lengi vandamál, það eru bara lausnir hjá Sölva og Kára, en mér finnst þessi leiki að vera hardwatch, mér finnst þeir einhvern veginn vera betri en ná kannski ekki gera mikið, ég er ekki sérstaklega greinandi fótbolta, ég held að hlustendur viti það nú alveg Gylfi var ekki með í gær, en svo eru bara með svo mikil einstaklingsgæði fram á við að á 90 mínútum pluss uppbót og þá mun það líklega einhvern tíma að skína ljós og þeir munu vinna. Ég meina eins og leikunni gær bara til dæmi sko. Já, menn 0-0 í hálfleik og Ingvar Jónsson hélt að floti, hann verið þarna mistarlega í fyrri hálfleik og hann kannski ekki búin að vera frábær í fyrstu þremleikjunum, hann fær á sig mark sem að margir settu spurningamarki við á múti Stjörnir að Örvar skorar á mjög þröngu færi hann sem var þetta vel slúta hjá honum og var að fá sér 9 milljónar samningi í Garðabænum fyrir vikið og hans fjölskylda mun vera skellilega hætti næstu árin eftir að Ólafur Garðarsson græja þann díl fyrir hann en þetta Víkingslið, það líka bara hannig, það mun enginn komast upp með það í Víkingsliðinu að eiga 2 slæma leiki í röð, það var bara að henda á bekkin menn Danni Hafsteins, hann var hendur á bekkin hann var tekinn í viðtalan til leikin í gær þar sem hann sagði bara, ég vil spila alla leiki hann brjálaður var settur á bekkin í síðasta leik og þannig þetta, þú kemst ekki upp með að vera lélugur í 180 mínútur í Víkingsliðinu. Þarf ekki, Arnar, bara það sem við þurfum að gera, sem lið í deildinu þurfum að gera er að hafa stigafórskot ekki mikið þegar Evrópubálaðið dettur inn? Jú, klárlega, en svo er kannski svona aðal höfuverkur þjálfarans eða út með svona stórun hóp, það er að halda allir góðum. Og versta sem þjálfar að gera, ef þið farið þannleika að halda allir góðum. Veist, þú þarft alltaf bara að vera eftir þínni samfæringu. Já, og að þú ert bara fair and square, segja minna og láta verkinn tala veist, og þú ert alltaf að velja þitt besta lið á hverjum tíma og einhver tíma kemur það inn þegar kemur álag þá verður að róteita en ég sé ekki tilgangi í því þegar þú ert að spila 1 leik í viku að þú eru alltaf að vera að breyta setja 3-4 nýja leikmanna þess að þú vilt fá continuity inn í liðið, þú vilt fá að menn fara lærin og hvern annan og það eru bestu liðin þegar þú sér í þessu Champions League þegar þú sér að það eru stóru leikinni þá er alltaf besta lið að fara að spila það er ekki einhverjir við sáum núna, við svo í City núna þegar við vorum að spila í undanúrstöldum í byggar 8 skiptingar en það er að róteta því að nú er deildin voru næstu dótnir út en þetta myndi hann ekki gera ef þetta væri úrslitaleikurinn í FA Cup og væri sterkari lið Þannig að það er áhugjefn að Sölvi sé strax byrjaður að hrista upp í Nei, nú veit ég ekki það er spurningin sko þetta er það sem ég myndi segja þegar þú ert með 20 leikmenn segjum að sé, ég veit ekki hvað Víkingur er nákvæmlega með segjum að sé með 15-16 leikmenn. Þeir eru með 22 bara hágæðarleik. Já, segjum að sé 16. Aron Elís í fyrsta skipti í hóp núna í gær og fær ekki mínútur. En segjum bara... Uppalinn Víkingur, herra Víkingur. Já, það er frábær leikmaður þegar hann er í standi. Hér á Íslandi er þetta bara toppleikmaður og ef þú ert með 18, segjum bara 18 leikmaður, allir gera tilkall, finnst bara að þeir eigi að vera að spila, annars er bara brjálaður. Veist, þetta er challenge og þetta er eitthvað, ef það fyrir að koma eitthvað þar Var ekki þannig að þér í val, þú varst með 18-20 leikmenn sem voru flestir að gera kröfu og vera í liðinu? Jú, við vorum alveg Hvernig dílaði til þessu Adam Pálsson þegar hann setur upp skefuna þegar hann er ekki í liðinu?
Já, frábær spurning. Já, svo svona heilt yfir, veist, þú vilt ekki, veist, ég veit ekki hvað maður talar oft það. Veist, það ekki til ég í fótbolta. Það við. Veist, þegar þú lappar inn í klefan, þá skilur þú eftir egoið úti. Ef þú ætlar að gera eitthvað alvöru hluti í eitthvað alvöru liði, þá verður að vera teamplayer. Það bara þannig. Veist, ég meina, og eitthvað sem ætlar að hafa sér eitthvað þannig og sína svip, ég meina, fylgir sér bara með Pep Guardiola. Já, við síðan nokkru sinnum þegar hann kemur inn og bara drullar yfir mannskapinn þegar ykkur að sína ykkur að svipi. Veist, bara það ekki bara, þetta ekki búið sko. En þarna kemur líka eins og ég segi, veist, þetta respekt að, veist, ef ég að hafa með þessu hálfviti akkur á ég spila frekar en hinn veist, þjálfarinn hlýtur alltaf að reyna að vera að velja besta liði og eina leiðin til að fá að spila startið bara þú kemur inn og gerðu almennilega það ekki þannig að mér líkar illa við Stjána og þess vegna ætla ég ekki að lefa hún að spila lefa ykkur frekar að spila veist, ég held svona 99,9% það þannig að þjálfarir alltaf að reyna að finna liðið sem klikka best saman og það líklast til að vinna þannig að svo það bara erfiðara stundum að selja og þeim meira sem þú ferð út í það að reyna að útskýra eitthvað fyrir mönnum þá ertu í meiri líkindum að því að lendi í ykkur vesinni sko. Málið það að leikmenn mun eftir ykkur einasta orði sem þú segir við þá ef þú fer að bulla þú manst ekki hvað þú sagði við alla sem þetta tala þannig að segðu þessi minnst og segðu alltaf satt aldrei að bulla. Já, góð lífsleik segja þarna. Herru, ferum okkur yfir í Garðabæinn. Stjarnan liðir í 7. sæti með 64 leiki. Jökull talaði fyrir tímabili, hann ætlaði að spila skemmtilegri bolta og heldur betur og ég held að varnarmenn og markmaður Stjörnunar kannski ekki ánægði með það en það leikin mörkum eins og veit ég hvað. Kristján, Stjarnan, þið bara gamla góða parið? Nei, alls ekki. Það krafa það yfirlýst markmaður að berjast um titilinn. Þeir sækja ekki dýrasta leikmann deildarinnar Birnir Snæ til þess að vera í top 6 sko eða vinna forsettabikkarinn. Það bara krafa að vinna titil og það sem vantar í þetta Stjörnulið, þú talar um markvörslu og varnarleik, það vantar alvöru lítir með Gumma Kristjánsson í vörnina. Sindri eflaust ágætis leikmaður en hann ekki nógu góður til að vera í titilbaráttu því miður. Frábær að spila út og annað slíkt. En sem varnarmaður, við sáum það bara þegar Kolkarinn kemur inn í fyrra, hann bara proper varnarmaður og þá vangaðist hægur þeir og þeir komust upp í efri hlutan og enduðu í Evrópusæti. Aldrei gert ef hann ekki komið inn. Þetta hárrétt. Það vantar bara varnarmann. Þeir fengu Kjeldsen frá vestra, vanur að spila í 3 manna lágblokk og Stjarnan vill fara hátt upp á völlin. Þá kannski hann ekki maður sem að þeir þurftu og það eru bara innan við sólarhengur eða gluggi loki. Þannig að ég segi að tímabilið Stjörnunni standi og falli með því. Samúl Kári seldi til Vals, hann í liði sem vil spila skemmtilega fótbolta og árangursríkan, þá hann frábær hafsend því hann góður eins og Arnar þegar talar um að Ekorður sé góður að spila boltanum með löngum góðum sendingum. Samúl Kári þannig leikmaður. Sett hann bara í þetta hlutverk og ekki láta hann spila hægri bakur einn leik, miðjunni djúpur næsta og svo hafsend kannski einn leik. Hann bara hafsend sem þeir höfðu en þeir láta hann í Val og það getur kannski bara munað því að Valur verið í Evrópusæti og Stjarnan ekki þegar uppi staði í haust. Já, ekki í 8. sæti. Arnar, Heimir Guðjóns talaði nú á .net og hjá okkur talaði núna komið tíma á Stjarnan að fara að gera eitthvað. Já, hann hlýtur að vera löngindin sonur Jökuls. Hver? Hvað heitir hann? Sindri. Já, það getur verið. Það fara allar mínútur. Já. Hvað lýst þér á Stjörnuna, Arnar? Ég hef verið mikill mjög hrifinn af Stjörnunni undanfarin ár. Ég hef bara fundist vera að koma rosalega mikið á ungum efnurum strákum og bara spila skemmtilega fótbolta en svo það aftur komum við kannski inn á það eins og Stjáni sagði með vikt í varnarleik og svo annað því að Stjarnan svona lið sem setur pressu yfir litt hátt og standa hátt og verið mikið með boltan í leikjum og þá yfirleitt rosalega mikilvægt að vera með hraða tilbaka að mann geti bröðist við því og fáur ekki counter á því og ef þú ert með hraða, Gummi Kristjánsson alltaf var ég veit ekki hvort hann sé aðeins að hægast en Gummi alltaf öskufljótur og líkalega sterkur en hann að eldast ekki Gummi hann 36 ára 85-9 en samt elstum, Andri Rúnar langbæsti leikmaður þeirra hann yngri en Gummi hann bara frábær
Já, frá 16 mörk í 30 leikir við Stjörnuna, sorry. Já, nei, en sko það sem Þóri Jökull að spila þeim saman núna, Emil og Andra. Já, ég veit það ekki, en það sem mér veist kannski stundum en það sem mann hefur stundum svona fundist svona sérstætt svona að ég ekki fylgst mikið núna með þeim, en það hefur verið í gegnum tíðina svolítið svona hringlandi áttur á uppstillingu. Hann veit ekki liðið sitt. Nei, ég svolítið svona hver að spila hvar og úr mismunandi stöðum og mikið verið að hreyfa til. Og Stjarnan hefur ekki verið í einhverju rosalega þungu prógrami, jú, að einhvern tíma verið í Evrópu og eitthvað svoleiðis, en þú svona vilt, ég myndi halda flestir reyna að finna svona sína kemistri og reyna að spila inn á, en ég veit að Jökull er rosalegu pælari, hann er svona veist, hann er fræðimaður sko, og pælir í allir tölfræði og hlaupatölum og öllu, þannig að ég veit ekki hvort að þeir séu konur á þann stað þó að þeir vilji vera að keppa en ég hef allavega ekki orðið það hrifin að það sem ég sé núna, ég held ég geti gert tilkall til að keppum titilin, en ég held ég verði alveg klárlega að keppum Evrópusæti. Það er rosalega vonbrigði, það myndi ekki vera þar, en ég held ég muni vera að keppum það. Ég held ég sé með það öflugum hóp. Ég bara gæði fram á því. Já, þvæla. Ef þeir munu ekki að læra að spila vörn og þá munu þeir alltaf enda í Evrópabort. Það er bara krafan í Garðabænum. Já, klart. Færum við okkur upp á Skaga? Færum okkur upp á Skaga, liðir í 9. sæti með 2 stig eftir 4 leiki. Svo ættu þetta fullt af sterkum leikmönnum fyrir tímabilið. Góðun okkar Gumma Tóta og Lárus Orrið þetta með þetta lið. Maður spyr sig sko hvort að Lárus Orrið verði næst sendur til Króatíu bara. Já, leikmennir alltaf farnir í leikkökun út í Króatíu og það er dýrt að vera án þessar manna sem þeir eru búin að vera án og ég held kannski að Gísli Eyjólfs og Blikarnir hugsi kannski þetta hefði kannski verið aðeins betra matsa bara hann hefði komið heim í Kópavoginn og þeir eru með 2 stig af 12 mögulegum ég bjóstu meiru Gummi og Gísli eru bara og Böðvar þetta er allt leikmenn í hæsta geðflokki þessari deild en þessi samsetning á liðinu hún er kannski og svo er Rúnar Már 90 módel, hann er ekki búin að spila mínútu hann er fyrirliði liðsins og er náttúrulega búin að færa sig niður í hafsendin að þegar þessi kannski 3-4 af þessum mönnum er ekki með þá er þetta lið kannski bara bestafalli lið sem er að bara hanga fyrir ofan strik sko jafnvel neðan sko, mér finnst að Bjarni kom með góðan punkt í stúkunni í gær þar sem hann var að tala sko að ástæðan fyrir að Skagamenn héldu sér í fyrra þegar Lárus Orri mætti að inn á miðju sumri var eitthvað en það voru bara 11 stríðsmenn af 11 sem byrjaði að djöflast núna var ákveðið að fara þá leið að fara í að sækja ykkur á stjörnur ætla ég bara að segja það er kannski bara betra að vera bara með 11 stríðsmenn af 11 ég er ekki að segja að þessir leikmenn sem sóttu séu það ekki Nei, en svo er alltaf bara spurning sko, ég meina Þú settum til að Gísli Eyjólfs í frækt agabann á sínum tíma Það er endur að tala um þetta ég veist ég vil að segja en hérna sko ef þú ætlar eitthvað að gera eitthvað Skaginn, þekkjandi Skagamenn gamla Skagamenn þá dreymir þeim dreymir gömlu tímana já, og Skaginn alltaf var stórveldi og búin að vinna hellingatillum og núna eiga þeir svolítið að peningum menn þurfa að fara svolítið varlega með hvernig þeir eiga þeim. Mér er alveg fundist þeir leikmenn sem veist, Gísli og Gummi Tóta, þetta er alveg leikmenn en veist, mér finnst svona konum 4 leikir, 2 stig við getum alveg komið með alls konar sleggjadóma, mér langar svona aðeins að leifa sig að sjá. Það er bara 1 góðan hálfleik í mótinu það var seinni hálfleikurinn á móti Fram það sem var náttúrulega klúðra leikn við voru 3-1 yfir og voru bara mjög góðir í þeim seinni hálfleik en sko þannig að mér finnst bara komið svona smá ég hérna komment frá Bjarna að þeim vantar fleiri inn á miðjuna veist, í 4-4-2 sko fyrir mér skiptir ekki máli hvort þetta er 3-4-3 3-5-2 4-4-2 4-2 3-1 veist, það er hreyfingin á mönnum veist, ef þú myndir spila um þetta típisku breskuliði 4-4-2 þegar bolt er öðrum meginn, þá er kantmaðurinn sem er fjær, hann er komin inn á miðju, hann er komin inn að hjálpa þér. Þannig að þetta náttúrulega þarf að vera að spila þetta típisku, og ef það er eitthvað sem ætti að kunna þetta, þá ætti það að vera Lárus Orri, hann er búin að vera hérna í mörg ár í Englandi, hvernig það fungerar.
það er bara alltaf að fylla og svona reglan, þumubötta reglan þá, eða þú ert ekki með bolta, að það sé ykkur í svona, ég vil segja, 8 metrar á milli manna og lína, þannig að leið og sér mikið bíl á milli, þá erum mann að gera ykkur að vitleysu og þá þýðir það hægt að spila í gegnum þá þannig að kerfi fyrir mig, leikkerfi er svona svolítið svona, skiptir ekki öllum máli. Nei. Það er bara kemistirinn á milli leikmanna og þeir viti nákvæmlega hvað að gera í ákveðnum stöðum sem kom upp og það þjálfarana að koma því til skila hvað þú átt að gera, boltar á ákveðnum stað og svo framvegis og lesa stöður ef það er yfirmanna það þýðir það að það gæti verið ykkur annar sem ætti að vera koma og hjálpa, þannig að ég veit ekki, mér finnst stundum vera svolítið að því, mér finnst þetta spennandi hópur sem þeir eru með, mér finnst alveg, en þess vegna get ég alveg ég leita alveg til þess 2 stig af 12 veist, það er rík uppskera og menn eru veist, oft rosalega fljótir að dæma hana, en það sem gerist núna að nú komur pressa og þá skiptir svolítið máli hvernig menn höndla það, en þess að þarna búið að setja mikla peninga og núna veit hann alveg, núna fyrir þetta að tikka, veist, hann verður ekki til næsta eða næsta kannski, en ef það kom ekki stig og þá veit alveg með ekki stjörnunum helgina og þetta er alveg veist, við getum bara ímyndað okkur hjá þeim liðum sem eru með 1 stig eða 2 stig og sérstaklega lið sem kannski ætliðu sér meira. F.A. var þar ekki nei. Þó að þeir tali digubarklega, veist, þeir eru ekki búin að vera rosalega aggressífur á leikmannamarkaði og ég hef alveg sagt það að Heimir þessi síðust ára að koma þeim í top 6 frábært það er bara, veist, þannig að ég held að þeir séu svolítið átt að segja á því sko við erum að setja klukkur á stað Lárus Orra Orri Rapp setti kantan á stað og Arnar líka sko, setta hann á við rættum að við Lárus þannig kom til okkar í janúarmánuði í frábæran þætti það sem við tölum sko hann var geggjaður í stúkunni svo mættar hann og við spurðum hann bara hefur ekki bara átt að bjarga þér frá falli svo bara segja hann aðra, svona á að gera þetta mæta aftur í stúkuna það hefur verið auðvitað leiðina því að það er miklu erfiðar að fá að, auðvitað það er Lárus Orri frábærlega þjálfari 18 góða leikmenn sko galið góður hóp hann sagði við, ég hafa hlust á hann frábæra þátt og það sem hann sagðist þegar hann var í stúkuna hann sagðist að horta á alla leiki sem hann var að fylgjast með 3 það er kjafta, ekki fræður síðan hann horta á leikina 3 hann þetta kannski að horfa á leikina sína núna 3 sjá hvað það er að því það er að næða að taka það hann lítur að taka það á 6 ég er mikill aðdáðandi Lárus Orra og búin að vera í miklu samskipti í vetri var að halda besta undirbúningsmót og virðingun sem að það mót hlaut og hann er einhver kurteisasti maður sem ég þekki hann þakkaði mig kærlega fyrir frábært mót og þetta er topp maður sko. og þess vegna held ég með honum já, ég líka og ég vonaði að vinni stjörnuna núna helgina á renni sléttum Akranesi, Norðurálsvellinum heitir það ekki en þetta er búin að vera erfið byrjun og Bjarni þekkir nú ágætlega upp á Skaga og hann segir í stúkunni í gær nú fyrir að myndast pressa Bjarni Guðjónsson segir þetta en þjálfara fyrir Bjarni er náttúrulega bara það er einhver mesta sorgarsaga sem er stutt bók en hún er sorgleg já, hann er komin í pólitíkinni eins og Arnar já, en hérna hvað fyrir konur núna? Arnar nú aðeins að þjálfari Bjarni sko, þeir verið konar í Káa þar sem að Arnar vann nú nokkur stórræðin tap á móti Keflavík á heimavelli í síðasta leik erum við að tala um það að það styttist í gikkin á Greifavöllin Arnar Ef ekki að byrja á Stjána eins og þjálfarinn talaði í viðtalinu eftir leik að hann urðaði yfir liðið sitt hann gerði það og ég þekki Sævar Péturs og hans menn á brekkunni að þetta er ekki búið það er nágrannar slagur á Akureyri á laugardag klukkan 16:00 ég held að það sé vera uppselt og ég verð mættur á sunnudaginn í hádeginu og sækja 3 punkta í 5. flokkinum og ég ætli tæki fund með Sævari ef þetta fer illa af því að þá er Þórsarður konum með 9 stig eða vinna og Káa með 1 þú ert sterkur í reikning já, hann er það hvað er mikill munur þar á milli? Ég þarf að láta Rikka setja því sendi þetta Rikka, hann getur þannig 8 stig ef við munum 8 stigum eftir 5 leiki á Þóra Káa þá er yfir gikkin á brekkunni, punktur ég var svona aðeins að reyna að rýna í það sem Hallgrímur var að segja það Káalið er bara parið við stjörnuna
Breiðablik val í budgeti núna, sko. Það er rándýrt. Var Hallgrímur í raun og veru að segja að Daniel Dejan Djuric væri pund fyrir pund slökustu kaup ársins til þessa? Ég sagði það reyndar á Twitter síðu minni sem nýttu mikið að vinselda en hann tekur hann út af í hálfleikarna og hann er ekki maður að gera neitt í mótinu. Ekki neitt, ekki nokkuð skapar. Það var í leiknum á móti í Keflavík sem hann er komin einn í gegn og hver að senda boltan, sendur aftur fyrir manni í stað fyrir að Daniel Dejan í þessu færi í Víkinni fyrir 2-3 árum, hann er bara skotið á marki og skora og fagnað. En hann er rúin sjálfströstið, hann alltaf fekk alltaf að æfa hann út í Króatíu, ekki frekar en Ólafur Heiðarsson, sem allavega er komin á blað, en þetta eru tveir, og svo líka bara samsetningin á þessum kaupum. Þeir kaupa Montiel, þessa tvo, þetta eru allt menn sem spila sömu stöðu og Hallgrímur Mar. Þessum þrem fyrir aftan strækir. Svo Sveinn Margeir, hann náttúrulega ekki strækar á upplægi, hann er að spila upp á topp. Þegar þú varst með hann meira út á væng eða fyrir aftan sendir. Hann var aldrei að leiða línuna. Sko, Arnar á hann hleypið þeirra með Káa, sko, þú leiðir þeim aldrei að dreyma með fórsetabikarinn, því þú vildir fara eitthvað ofar það. Sko, Káamenn með bara prísið sæla með fórsetabikarinn staðar núna. Hvernig líst þér á gömlu félagin í Káa? Já, ekki vel, veist, og kannski aðalega eftir síðasta leik líka bara viðtalið við Hatta Íljum heima þetta það voru yfirspilaðir í 90 mínútur það er kannski líka bara viðtalið við Hatta að þurfa að koma út og vera svona aggressífur þannig að eitthvað hefur gengið á að Hatti topp gæi og talandi náttúrulega líka það undanfarin ár nú átt að breyta því að þeir hafa farið seint í gang og svo hafa þeir unnið líku við bara orðið meistarar í síðustu 10 leikjónum eða eitthvað sko. Þannig að nú átt að breyta því að þeir eru náttúrulega bara búin að vera alltaf í bottom 6 og með leik kannski sem þú vilt vera að keppa á hinum endanum og þetta er kannski ekki góð byrjun og svo er náttúrulega núna kannski líka sem hjálpar ekki að Þórsararnir eru uppi þó svo að það séu mér finnst það ógeðslega spennandi og ég held að sé alveg ykkurir káamenn sem eru hrifnir af því að þá er þetta að fá alvöru derbyleiki og ég hef alltaf sagt, þetta er bara sama hér í Kópavogi að ég myndi vilja sjá HK uppi bara alvöru derbyleiki, ég sem líki og vil bara Breiðablik sé betri þannig að við fyrum leikinu og fáum bara alvöru derbyslag og við vinnum það bara þannig að hugsa, ekki vera að hugsa þannig að við höfum HK-ungana niðri eða Þórsarana niðri þannig að það er líka kannski meiri pressa á þjálfarunum núna út af því að þeir eru konur upp núna þannig að svo kannski les maður kannski meira í þetta ég væri nú kannski ekki því að ég held fyrir 2 árum síðan eða hvort það verið fyrra þá var byrjunin ekkit ósvipuð Nei. Búið að vera svona síðust þannig að þetta en núna var blásið í herrlúður já, ég er að segja að þeir eru vísi búin að kannski gera meira og Þórsararnir, ég hugsaði sér líka að Þórsararnir uppi Hvernig eru ekki bara að kaupa til Hafstendi í staðin fyrir einn af þessum gæm? Já, Svo veit ég ekki hvað verður núna en það verður fróðlegt að sjá. Er Rodri komið pláss á Elliheimili á Akureyri? Rodri, hvað er Rodri? 37 ára. 37. Það er alltaf geggja gæi, sko. Þetta er auðvitað á einhverju tímapunkti. Hvað varst þú gamall þú spilaði síðast árið þennan, 2009? 37. Bikarmeistaratitil, takk. Já. Þú voru skipt út fyrir Jöllaból og þá kom Íslandsmeistaratitil. Nei, við morðið Íslandsmeistara hefði verið, ég bara fór í annað verkefni. En sko, ég veit ekki, þetta er allavega það sem maður hefur ágjör af er bara svona, Hatti er topp gæi og ég... Hætti að segja að það sé topp gæi. Já, hann er það. Hallgrímur stakkaði í baki fyrir norðan á sínum tíma. Það vitum við allir. Ég elska alltaf þetta, menn kom alltaf með eitthvað svona conspiracy. En auðvitað er þannig að menn bladra hinga og þanga alls konar kemur eitthvað upp en í þessu ég er ekki viss að það er ekki hægt fyrir svo miklu vittlýsingar þetta er ekki hægt þetta er eins og við komum eitthvað í bíó að vera með ykkur ef fólk klóraðist í gegnum pólitíkina þá ljótar að hafa gaman að seinni hluta þetta er ekki hægt en ég vona innilega að þeir taki 3 stig í næsta leik á móti Höskuld, þínu manni já, þetta er erfitt, ég er alltaf með hann en ég er með Káa hjarta þó að hann haldi að það sé eitthvað út af þessu máli sem var þá er það
ég held að það sé ekkert vandamál sko. Ekki að minni hálfu, ég held hjá flestum hjá káfanum, ég held að sé ekki þannig að ég er með rosa mikið káa hérta eftir minn tíma þarna þannig að ég vil sjá káa standa sig en saman tíma náttúrulega ég er rosa ánægður að sjá sig að standa sig það er líka mér finnst hann smell passa við Þór við komum inn á sig sko. Ég hef ekki sagt það Stjána nei, ekki en það, hún gerði ekki úr þessu Heyri, og en ef þið eru að fara að ferðast landið þá getið gert ferðina talsvert einfaldari með ON appinu heldur betur þar sérðu bara allar hlæðslustöðar á einum stað og getur skipulagt stoppin út frá því sælas þetta allt morandi í hlæðslustöðum á höfuðborgarsvæðinu líka og þeim fer fjölgandi og þeim fer fjölgandi og svo erum við lengjunni settu spennu í leikinu og tippa á lengjunni og lengi deildin í árum bakið á íslensku íþróttalífi en við erum konar fram Rúnar Kristins heldur áfram að standa sig og stúkan hestist áfram einhver titringur hérna í stúkunni 7 stig eftir 4 leiki í 5. sæti Rúnar Kristins þetta ekki bara með solid lið á Íslandi? Þú veist, það er ekkert hægt að sofa á þessum þjálfara en það talaði prógram og ekki prógram sko þeir eru bara að fá helvíti það er prógram er það? Þór, Keflavík, Ía og IBVF okay. KR og framfengur þetta er að vera 12 stig sko það er með 7 stig hann var líka trilltu fyrir norðan þegar Siggi rænda hún 3 punktum en hérna byrjanlega fram í leiknum og IBVF þetta er bara hörku helviti slið og það er bara krafa og Rúnar gera eitthvað hann fór í efri hlutan í fyrra og endaði í 5. sæti og þeir styrkja lið með Atta Þór og Ægi Jarli sem eru svona stóru póstandi sem sæki vetur Atli Þór mætti með stóru hnífan ekki þar já, hann með 2 góð mörg og ef hann er heill þá er hann bara mjög hendur og það er fyrir Víkingana þessi gæði spilar alla leiki fyrir fram nema móti Víkingi Davíð Helgi í Keflavík spilar alla leikina nema móti Víkingi þetta eru snill líka Kári, hann er að spila 70 skák sko. Nei, það er bara þannig heldur að mun ekki framliði með á hún Atlaði er bara annað skrýmsli og Keflavík Davíð Helgi er bara einna betri hafstundum deildarinnar og verður seldur út eftir þetta tímabil ég er nokkuð viss það ef ég ætti að setja pening og einn mann sem fer út eftir þetta tímabil þá fer hann út frábær og sjáum þetta fagnast helgastökkið þessi skrokkur er hann ekki hvað er 18 ára 19 ára já, hann er að hylla mig mikið þetta er flottur strákur er Rúnar Kristins hyllaði og framar á ég að segja hann sé toppmaður segja toppmaður nei Rúnar hann er það þarf ekki að ræða Rúnar nei, þetta er bara solid já, ég meina hann er bara búin að sína það sanna hann er frábær þjálfari og gerir alltaf vel úr því sem hann er með og mér finnst hann búin að búa til skemmtilegt lið en svo er alltaf hann gera eitthvað sem þjálfari já, hann er bara ekki með plattformi já, þú verður samt já, nákvæmlega ég er sammála það sko, en það kannski kemur núna því að nú er aðeins búið bæti í þeir ná að komast inn í topp 6 og enda í þessu þeir vilja örugglega reyna að komast aðeins lengra Evrópa hlýtur að vera krafa ég segi kannski ekki krafa en ég held að sé að láta sér dreyma dreyma ég myndi halda svona ef maður væri þarna maður ætla að vera realistic nú veit ég ekki budgeti hjá þeim ég myndi halda að sé ekki fullt af peningum ok hvað er það Fred, Garcia, Tippling þessi stráka kosti Kenny Tjóppart, Viktor Freyr markmaður á 9 samningi Sigurjón Rúnarsson sóttu fyrir með 2 í Grindavík Atti Þór, Vók Óskar þetta er bara menn sem kosta fullt af peningum en hérna sko þeir eru allavega þeir eru með gott lið þeir eru búin að styrkja sig og þeir ná fínum árangur í fyrra ég held að það sé svona verkefni að reyna að láta Evrópu vera möguleika ég held að það sé alveg, það er alveg en það þarf rosalega margt að ganga upp það eru mörg önnulið hana en létt prógram, jú, það er alveg að segja það en þú þarft að vinna þessa leiki og það er oft hægara sagt en gert þið gerir þetta samfærið um síðasta leik spiluðu ágætlega á móti Þórsörum, fengu ekki neitt þannig að stundum með fótboltinn þannig að þetta verður svolítið spennandi nú eins og Stjánan sér lendur hann á móti sterkari liðum hann er að fara í FH eða ekki? Hann fer nú í krika Kósi 3 stig en ég meina það verður alveg challenge en þá myndir kannski segja að þú ætlast til að vinni þetta eru erfiðustu leikinir þannig að
mér finnst hún að gera skemmtilega hluti, liðið mjög skemmtilegt ég sá byggarleikinu múti Víking, það var hörkuleikur já, þar að spila og þeir eru alltaf góður í fótbolta margir halda boltanum þannig að þú hvora hliðin á teiningunum færða því fram getur verið mjög varna sína svo getur verið rosalega skemmtilegir sóknarlega það er rosalega marga hæfileika ríka fótboltamenn í liðinu Rúnar náttúrulega skemmti verið Heimi Guðjóns í fyrra og tók F-fangan í síðasta leik þannig að þeir eru ekki taplu sér leik, það var náttúrulega bara völlurinn var svo skautasvöll sko. Skautasvelli í kriganum, já, ég var á leiknum og það var ríkar. Jói Kalli hefði alltaf labbað út. Stórst þess að hætta, sko. Já, Jói Kalli hefði ekki látið... Hann hefði ekki eftir á sig. Við mönnum að heita upp hann, sko. Hann bara sleft í, sko. Við erum komin á Hlíðarenda og nú held ég að hlustaðu muni sperra eyrun. Ég ætla að byrja á einu, reyndar. Áður byrjum að tala Hlíðarenda. Ég er að fara að tala Hlíðarenda, menn okkur að byrja á einu sem að Viktor Unna var hérna hjá okkur daginn með Kjartan Henry í frábæra þætti. Og hann var að tala sko að vantar bersýnilega strækir í Val, meðan Patrik Pedersen er middur. Ég ætla að byrja á stjánaðanum fyrir Arnar. Hefur mögulega bara átt að þeir eru með einn mann á launaskrá sem heitir Aron Jóhansson sem er nú bara ágæti strækari með CV þar. Hefði hann ekki bara verið fínn sem nýja? Hermann Hreiðarsson talaði við Aron fyrir áðurinn þessum samningi og honum sagt að hann þurfi ekki að uppfylla vinnuskyldu sínar. Þá talaði Hermann hann alltaf að nota sem nýju meðan að Patrik nyti ekki við og þeir væru með fleiri stig í deildinni því að Aron heldur ekki það nýst og ef hann svo alltaf ef og hefði, hann alltaf búin að vera mikið meiddur og Arnar þekki það nákvæmlega að when fit þá var ekki margir betri leikmenn í fótbolta í þessari deild en Dagur Orri búin að alveg stíga þokkalega upp og Tryggvi alltaf getur alveg leyst þessa stöðu og hefði getað gert 4 mörk í Garðabænum. Já, heldur betur. En hvernig kveikja í peningvöndar Hlíðarenda það náttúrulega er sorglegt. Já, nýjasta dæmi. Já, það er bara, Ögmundur er á ráðherralaunum og dagpenningum öllu pakkanum sko þannig að ég held að bílastyrki og Aron er að þróa leiksin sem umbúðsmaður núna bara á fullum launum í búði valsmanna og bara segi væntanlega bara takk sko. Já, hann lítur að taka fyrir sig. Hann var ekki á stjörnuvellum í gera horfa á val sko, hann var bara í Kópavogshellinum í VIP-inu með mér sko. Það var flinkur í patinu. Ert þú búin við þar? Já, ég þarf að tryggja með þar. Ok, Valur, 9 stig eftir 4 leiki og hafa komið virkilega óvart þetta slæmt tap gegn Þór í fyrstu umferð. Sko, árin hleypið að Kristján Hemmi Hreiðars. Aron er eiginlega okkar fyrsti atvinnumæður í padel. Já, hann er það. Og hann er að gera frábæra hluti. Já, mjög góð. Efnilegu padelleikmaður. Kristján Hemmi Hreiðars, Chris Brassell og Gareth Owen, þetta er eitthvað tríó sem að verður erfitt að stoppa. Nei, það verður ekki erfitt og ég held að Sölvi Kári og kollega þeirra í Víkinni, þeir skelli hlæjandi, þeir eru yfirbjóða stelpur í boltanum það er að mæta 100 manns á leiki, þetta er sokking kostnaður, svo að segja, kvennaboltir á staðin núna, það er verið að bjóða leikmenn 6 milljónir leikmann sem er renn út í haust af stjörnum, það er Gareth Owen, heilinn á Hlíðarenda sem er kallaður, eða AI-kongurinn svo aðri kallan að ég veit ekki alveg hvað fyrir svo ágæti maður er en þeir saltkongurinn og félagar í vað þeir haldar hefði náði Messias fótboltans með því að sækja hana strák úr Daldrauma. Já, en 9 stig frábært en þeir eru ekki í byggarnum það var eini möguleiki þeirra á Málmi þetta tímabilið þannig að hann er farinn og ég hlakka til að sjá Óskar mæta og reykja það á laugardag og því kannski búðum við bara í þátt í næstu viku auka þátt eða viljið og förum yfir þetta tríó sem þetta þríeiki sennilega verra heldur en Alma Möller og Víðir Reynis og Þórólfur á sínu tíma í COVID-faraldurinn. Það sé hvað fengum við sem pólitíska greina þetta líka. Hann er alltaf að tengja þið pólitíka. Addi, áðurinn spyrja út í stefnunum hjá Val, þá ætla ég að byrja að spyrja meðferðin á Aron Jó. Það er bara sagt, þú átt 1 ár eftir að samning hætt að mæta æfingar, farðu bara þið lítur á að blöskra að sjá það. Blöskra, ekki blöskra maður er búin að kynnast ímsi í fótbolta ég er alveg búin að sjá þetta erlendis ég hef ekki séð þetta á Íslandi. Nei. Þetta er í fyrsta skipti á Íslandi en við hefum kannski sagt að fótboltin í dag svona síðustu 5 ár hefur breyst mikið á Íslandi. Við erum bara komið með slatta leikmenn sem eru bara atvinnumenn og eru bara fínur launum og þá getum við alveg svona gert ráð fyrir því að hlutinir svona fari svolítið úti í það sem tíðkast úti. Ég er ekki að segja að þetta sé ég finnst þetta skrítið
en nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig þetta gert, segjum bara að þetta sé þeir vilja ekki hafa hann áfram reyna menn ekki að reyna að finna einhverja lausn á hlutunum mér finnst það mjög sérstætt ég veit ekki sko hvað olli og hvernig þetta kom til en pælingin að nota hann sem strækir, ég veit ekki með það sko, því að Aron var líka komin í það á sínu tíma, hann vildi fara aftur á völlin eins og þau sáu hann þegar ég kem þarna inn þá var hann svona að spila ofarlega og hann dróð sig alltaf niður, svo varst oft bara komið með gæja sem var komin undir miðjun og að gefa bolta fram, þannig að hann vildi þetta gerist undir þegar menn hægjast á sér og fara, þó að hann var ennþá alveg þokkalega röskur sko að þá held ég að það hef kannski ekki verið kannski lausnin og tala hann ekki ef það einhver pyrringur, greinlega eitthvað þarna á milli, bara alltaf leiðilegt þegar svona hluti gerast en þetta því miður ekkert óalgengt úti, þetta gerist alveg að það kemur eitthvað en yfirleitt finna menn einhverja lausn á hlutunum veist, þú ert með ár eftir og við borguður út 6 mánuði og þú getur farið að gera eitthvað en núna kannski bara á því tímapunkti að hann bara hætta og svo getur vel verið að hann sé bara fúll út í það og ætti bara að leyfa þeim að blæða og borga allt og svo getur vel verið að hann taki 1 ári viðbót eitthvað þar annars þar þegar þeir eru búin að borga samninginu upp ég veit það ekki það ekkert út úr okkar nei, það getur alveg verið ég veit það ekki en svona manni finnst svona að því ég ætla ekki að vera því ég var náttúrulega ekkert landsvín ég var í Val sko ég kunni rosalega vel við margt fólk þarna en það margt sem hefur komið mér á óvart ég ætla ekki að segja öðru sér bara og margt í undirbúningi núna fyrir þetta tímabil sem hefur líka verið sérstakt mjög sérstakt bara veist, og það ekkert nýtt á nálinni að menn séu meiddir þegar menn að segja það séu allir meiddir það ekkert allir meiddir en það bara einhvern veginn svona hvernig þetta hefur verið það svolítið sérstakt og mér fannst leikurinn á móti Káur í byggarnum mjög sérstakur uppleiki í því líka Við tölum að þjálfa líka Já, bara svona margt en sem betur fyrir sig bara fyrir hemma eftir tap í byggar illa tapa mútið Þór sem, veist, að því að þú getur alveg tapa leik og þú getur bara sagt þeirri við spilum mjög vel, það bara gekk ekkert upp markmaðurinn átti bara leik ásins og þeir áttu skot og ég hef upplifað það í fótbolta að liðið fyrir valla yfir miðju en liðið með tapar eða það sem ég var að tapar meinumarki og þú bara klórar í hausnum þetta getur alveg gerst en við vorum ekki að sjá það hjá Þór það var alveg leikur á milli og svo leiðis þannig að svo næra núna 3 leikjum sem frábært þannig að hann þurfti á því að halda veist, og þeir þurfa á því að halda það var rosa kerkjaðna bara hvað í gangi en við erum samt ennþá eftir að sjá svolítið hvað að fara að gerast maður er ennþá eftir að sjá hvernig verður þetta hjá þeim hvernig liði muni svona virkilega plumma sig ég er bara ekki ennþá búin að átta á þeim sko. ég veit ekki hvað ég að segja ef þú talaði mig fyrir 3 árum eða 2 árum þá var bara 1 hjá Val það var bara keppin fyrsta sæti en núna eru menn allt í henni bara auðvitað sáttum 9 stegi eftir 12 en það kannski meira spilamennskan af þessum 9 stigum sem ég myndi kannski vera svona ég er ekki samfæriður Nei, en þá kannski bara fæ ég hamra játni hérna og ég spyrði sko aftur komst síðast til hverju februar 25 túfaði þetta ráðin og eins og talar í byrjun þáttar menn að þetta leit bara vel út bikarúrslit voru eftir í deildinni og þetta leit bara vel út það er ákveð að láta túfa fara hemmi reyða sér á hann hvernig líst þér á bara ég veit þú aðeins búin svara fyrir þetta en til dæmis bara ákveðin láta túfa fara ráða heima reyðas Gareth Owen sem íþróttamálastjóri og byggja ungum leikmönnum og annað, hvernig líst þér á þetta? Eins og ég sagði ég er bara svona reyna að átta mig á bara á hvaða vegferð Valur þó hefur verið að tala að það var meiris að tala þegar sem mér fannst vera gott gæfispor að fá eitthvað yfirmann knattspyrnumála að fá þetta í hendunar á einhverju sem hefur þekking á leiknum ég bara þekki ekki Nú maður sem ekki með þekking Nei, það er akkurat það sem ég þekki bara ekki þannig þannig að ég veit ekkert hvað hann veit fótbolta og þekkingu á leiknum og þar fram til gödunum og ég svona stundum velti fyrir mig hvort þetta sé eitthvað svona að ég heyrði ykkur að sögu að það var ákveðin aðli sem var
hafði spilað lengi hérna, var búin að nánast að skrifa undir en þá sagði hann að ég veit fá að ég ekki að fá að taka ákvarðanir en þá komið ljós, nei, þú ert ekki að fá við, að endunum tökum við stjórnin ákvarðan eða eitthvað, þetta heyrði ég sko frá Bjarni Ólafur, já frá einhverjum en sko það sem mér finnst stundum það sem mér finnst stundum sko, það sem skiptir máli að vertu með það sem hafa þekking á leiknum til að taka knattspyrnulegar ákvarðanir ekki fá einhver aðila sem kannski hafa rekið fyrirtæki og gert það kannski ágætlega en vita ekkert fótbolta, hafa aldrei spilað fótbolta, vita ekki út af hvað þetta gengur, svo heyra þeir snillingu svo þennan og vera að fara yfir eitthvað sem þessi veit hellinga fótbolta en hann ekki inn í klefanum og veit nákvæmlega hvað að gerast og hvað búið að vera að gerast hann samt að taka hjólatúra sko já, vísu, hann að maður sést það nei, ég veist ég sé að þú búin að vera að hjóla mikið en veist, þegar maður spurður er þetta rétt ákvörðin eða þegar menn gerir eitthvað það er rosalega erfitt að segja að því að þú ert ekki hinum með við og ert ekki að sjá bara að fá allar upplýsingar það er svo margt sem gerist inn í dressingrúminu, inn í félaginu, hvað að bruggarast þannig, þannig ég spyr mér svona svolítið bara hvað í gangi þannig ég átta mig ekki alveg á því sko Nei, og svo velti maður fyrir sér til að slúta Valur nú lengi við Val, enda eðlilega við fyrir þjálfara Valsætna, en sko það talaði að Gareth Owen var í einhverju 17 blaðsina viðtalana.net sem hann talaði sko já, nú ætlum við að hætta að kaupa lausnir, við ætlum að fara að byggja upp lausnir og gera þetta sjálf hérna heima hjá okkur. Maður var alltaf búin að rífressa, þá var búin að kaupa Samúel Kára 13 manna á 16 milljónir, segir Kristján, en að góljúniti, dóttuðu sambandi. Hvað sagði hérna rétt á hann að talaðu minna, veist, þú þarft ekki að bladra alveg út í eitt. Svo finnst mér líka, veist, eitt segja við ætlum að reyna að byggja upp og ef þú ætlar að byggja upp og þú ert Valur, þú ætlar að keppa, það alveg klárt. Ég veit alveg búin að vera þarna nógu lengi þarna, menn vilja bara keppin til það ekkert, það alveg sama og það rosa lítið þolumæði og ætla að fara að setja einhvern ungan inn ef hann ekki nógu góður, það ekkert að fara að hjálpa þér. Nei. En það alveg til ungi leikmenn sem eru nógu góður til að spila en það þarf að sækja þá og þú getur, ef þeir ekki í félagin þá getur ekki bara sett einhvern efnilegan í Val sem kannski ekki nógu góður til að spila ef hann ekki nógu góður veist, það þarf að vera smá svona sæktu þetta bara best ungu gæðan og borgaðu fyrir þá veist, þú getur alveg gert það Þeir eru búin að vera að reyna það úr Leikni og Fylki og Stjáni, við sáum það að gera Ólafur Flóki, Bergarna Línu, Emil Nönnu fegna 20 mínútur Ólafur Flóki er alltaf uppalinn í Stjörnun sko. En þetta ungi leikmenn hann er 2004 módel Hún er verið að þróa leiksin í Clemson Þannig eru þeir að ná þessum árangri og þeir eru líka ná að byggja þetta á ungum Þeir settu nú ungan einhvern loka inn á síðustu helgi og þeir höfðu ekki einu sinni þeir sýndu það mikið svona vanvirðingu á þann unga dreng eflaust efnilegur leikmaður að það var allir leikmenn Vals með nafn aftan á treyjun sinni nema hann Samúel Kári spila kom inn á í þeim líka það var komin Samúel Kári aftan á hans treyju en ekki aftan á loka, það er nú bara 4 stafir þeir hljóta að vera til hjá Halldóri búningastjóra þannig að þetta Vals fíasko, það mun hvell springa mitt sumar ég sé alltaf 17. júní er Hermann farin að bara fara með fjölskyldur að kaupa gasblöður og hafa gaman neyra og Arnarhóli sko ég ætla ekki að útilokka það en þá Nei, mjög stig, skemmtilegandi en mér finnst líka bara skipta máli sko, Valur hefur við þessu burði fjárhagslega til að gera aðeins aðra hluti heldur en flest önnur lið þeir eiga bara smá penning en veist, mér finnst bara einhvern veginn að stefna það bara vera svolítið skýr ég held að hljóta vera þar við erum að keppa titil veist, þeir vilja vinna titil þriða hverju ára alveg örugglega og vera í Evrópu á hverju einasta ári það hlýtur að vera bara þetta Valur og þá þarftu að sækja þannig leikmenn að þetta séu alvöru leikmenn, það séu bara fyrsta klass leikmenn sem að koma þann inn og maður einhvern veginn gerir mér einhvern veginn fundist verið eitthvað smá slækja á því mér fundist það, en ég ekki alveg dómbar um það, ég ætla ekki að taka slækjuna en ég ætla að fá að sjá, ég ánægður fyrir þeirra hönda þegar ég sé búin að ná þessi 9 stig en þess að þetta verður ekki döðveld sko. Nei, falska vonum mögulega. Herru, færum okkur yfir til Vestmannaeyja, talað heitt sæti, 1 stig, þetta 4 leiki neðsta sæti, Alexander Linda, þar þjálfari. Sko, Stjáni,
þetta lítur ekkert sérstaklega vel út í Vestmanningum, Fram staurað á, KR staurað á, ná jafntefli við FH, tökum FH sem næsta lið sko, eiga að hringi Þorlák Árnason og segja bara, heyrðu, við erum búin að ráða nýjan framkvæmdastjóra, það þú og þú ert framkvæmdastjóri og þjálfari. Nei, þeir bara ekki Arda Gretarsson og ég mæti þeirra gólvöldi þeirra grænir. En Vestmannaeyja Færeyingar, já, ég meina, Arda myndi alltaf segja já, ég menn nú að bjarga hann frá falli, því það ekkit annars sem blæðir sig við eins og staðan núna. En hvort tækja hann við Vestmannaeyjum eða Káa? Hvort tekur hann Vestmannaeyjum eða Káa? Bara þeir sem hringja fyrir. Já, þeir sem hringja fyrir. Eða Hafnarfjörður, hann var góð að vinna í Hafnarfjörði. En þetta ekki Linda að kenna? Alls ekki, en hann kemur seint inn og... En þessir útlendingar sem hún sækja? Það eina sem spurningamarki, hann er að sækja svo út, ef hann er að sækja það og ef hann, mér svona finnst á köflum líkt á þannig að hann sé að fá kött á launum en það er nú vonandi ekki þannig en því þessir útlendingar sem eru mættir að það geta bara nákvæmlega ekki neitt sko. Og Pisko eða hvað sem hann spilaði á móti KR og tekin út af hálfleik. Vísendi Valur er jú þekkt stærri íslenska fótbolta og var góður með EM-unum áður hann fór í KR og kom svo aftur í fyrra og var fínn. Svo sækja einhver strækjar sem ekki spila fótbolta þessum tíma og var samningi í Skotlandi. Já, hann er þyngri en ég sko. Já, ekki með heima. Hann er ekki verið að hjóla hann er ekki verið að kíkja á einhvern. En EM eiga blikana næst. Leikunum hefur ekkert gengið frábærlega EM, unnur reyndar í fyrra á Þórsvellinum. En þetta verður haturinn bartverð og Herjólfur siglir ekki í Landeyjahöfn. Þetta er bara brekka og hún verður brattari held ég sem líður á og þeir verða ég held að þeir myndu að því að mér fannst liðið í fyrra var bara gott og þetta er svona stóru hluta sömmennir, Ólífur Heiðars fórrendar hann gerði bara 5 mörk en ég held að von þeirra er á Ómar Svo detti í eitthvað dundur form þegar hann kemur tilbaka og fyrirliðin og framkvæmdastjórinn, Alex Freyr. En Arnar, þetta eru bara 2 orð Þorlákur Árnason, því líka kraftverka maður í fyrra. Já, menn hann gerði frábæra hluti. Liðið var bara virkilega skemmtilegt, veist, og ég held að það gleymist líka að hún er líka, þetta er rosanum, hann talaði aldrei meiðslavandræðin sem hann lendi í, aldrei. Og hann lendi rosalega meiðslavandræðin. Svo var það fyrir í langa tíma og meiðist líka í langa tíma. Já, þeir mistu, það voru fleiri, sko, þeir voru fleiri sem duttu út. Þannig að og samt, og mér fannst bara fótboltinn sem þeir spiluðu og mótið góðu liðunum, halda boltanum vel skyndisóknir, þvílið transitionlið og það sem hefur alltaf einkennt Eyjamenn, það er rosa spiritið, rosa svona baráttu vilji. Það er aðeins svona, veist, ég sá það ekki mikið núna í síðasta heimaleik þegar ég lendi í og svolítið raskjeldir. Þannig að vísu sko fyrstu 2 mörkin í þeim leik ekkert að taka neitt af því að það var svona smá heppnist steinbillið við fyrsta markinu og svo náttúrulega stórkostlegt mark nummer 2 var ekki Hrafn? Já, en ég er að segja þá er leikurinn svolítið svona og þá kannski, ég veit það ekki en já, maður hefur svona smá ágjur af að því að svona vantar þetta eiga hjarta en að því að þannig er ennþá með eins og Stjáni segir hvernig einhverju gæja frá formar Júgoslavi að vera með eitthvað eiga nei, er rólegur ég er svo slagur já, þarna kemur með eitthvað það sé já við, það virðist vera þú ferði í eiga búningin þá kemur eitthvað svona, það er alltaf eitthvað neisti það er eitthvað neisti Serpinni er ekki ennþá búin að finna það er eitthvað svona en hann þarf kannski að fara að hjóla svolítið meira já, eins og Kristján gerir herru, færum okkur í Hafnarfjörðinn og aldrei svo vant að byrja á Arnara núna F-fáingar sem ætla að finna fótbolta og ákváðu þá að reka Sigursarði þjálfara í sögu bestu eldrarna Heimi Guðjóns og ég spyr fyrir þetta já sko ég veist ég já en við getum alveg sagt ef við tökum bara árangur per se þá er kannski ekki hægt að bera það þá saman af því að Jói Kalli með fullri virðingu fyrir honum þá var hann náttúrulega ekki verið það er ekki rosalega mikið á CV-inu sem hann getur sýnt fram og hann hefur gert einhverja stórkostlega hluti en hann náttúrulega kom með töluveri reynslu frá því að hann var síðast hann var náttúrulega aðstofamaður í landslið og fer þaðan út ég fengi stærstu meðlumæli sem hann fekk það var frá Arnari Þór ég kemur ekki óvart af því þeir náttúrulega unnum saman og þeir, ég veit að þessi fjölskylda hún er svolítið close þannig að svo náttúrulega verið að tala hann og ég hef oft sagt sko að það er betra að segja minna og bara framkvæma hluti og líka bera smá virðingu fyrir því sem er búið að gera ég held að það sé maður tekur einn góðan frábæran dreng
Willum Þór, ég man alltaf þegar hann var að fara eitthvað staðar inn, að hann hældi öllum þjálfara sem að voru undan, meiri sem var kannski að koma eitthvað staðar inn og að það var allt frábærlega unnið. Og veist, þú farð alltaf miklu meira kredit heldur en að byrja kannski að tala eitthvað byrja á hraun yfir Óla Jó og Heimi Guðjóns. Já, veist, ég meina fyrir utan það veist, síðustu ár Heimir náttúrulega búin að gera frábæra hluti þannig að, og þetta er þjálfari sem hefur verið nær alltaf svona nánast að maxima þess að út úr liðum hvers sem að fer og það lítur út af ykkur það er bara, gefur auðarlega og við kannski það er kannski svolítið snemmt að afskrifa eitthvað núna en við getum allavega sagt að ég hef þess að flestir Hafnarfirði hafa áhugjur veist, á stöðinni, veist, það er bara einhvern veginn og líka þegar kemur bara leik eftir leik að liðið var mjög slagt í fyrirháleik, það bara byrjaði ekki og svo kom smá lífi seinna en þá var yfir leikurinn og þannig að þeir voru undir og þá er það ofta að þannig stundum er það þannig að menn gefa eins eftir að fara að verja veist, það er bara en þetta er allavega veist, ágefni og það er líka einhvern veginn að fáðu fólk með þér, Heimir þú er aðeins lesa í stöðuna Heimir er sko góð í Hafnarfirði veist, byrjaði að koma þar henni, ég myndi alltaf hæla og ég myndi líka var í ljósa þess að hann á það skilið fyrir utan söguna fyrir ákan 2016 og það gekk ekkert frábærlega nei, og svo kemur hann aftur og gerir að því að liðið, ef við tökum bara alveg bara tölum reynd út að F er ekki að setja sömu peninga og þessi topp 4-5 lið ég held að sé ekki, það er svolítið langur vögu frá og þá er svolítið erfitt að ætla sér að vera kannski í topp 6 en þeir hafa verið það síðustu ár en það er út af, þeir hafa verið átbeformað mínu viti að einhverju leiti en svo hafa náttúrulega líka mistu hérna einhverja pósta sem skipta alveg máli Sigur Bjartur var helviti flottur og Logi Hrafn og svona og Böddi ég er að segja, þetta er alveg má ekki taka, þetta er alveg smá Nei, ég er nú reyndar treyst Heimi til að púsla saman einhverju góðu lið sko, Davíð Þór Viðarsson mætti til okkar í lok desember, við höfum fengið alltaf þess að menn maður og þarna þar talaði hann og við greindum að grilla eins og við gátum og við sögðum bara, hvað ert að pæla að reka Heimi og við tölum alltaf burt sér frá Jóa Kalle sko. Jói Kalle er flottur Stjáni, þú veist, þegar alltaf Jói Kalle var spáin held ég 9.net og hann sagði, nei, við ætlum alltaf top 6 líklega hefur alltaf top 6, top 9 verður flott fyrir þá hérna sko ég sé top 11 þegar ég rýni í kristalskúluna mína því miður leikmenn sem spilur í síðasta leik FH í fyrra en það skautarsvætsleik sem ég var að tala það eru 7 menn farnir ég held að Kristrún verða að fá sleggjuna þína Dagur Kjellstedt Böðvar Böðvarsson markmaðurinn sem ég nú kannski ekki mest aðdáenda Amit Faka þetta er ekki smá póstar og það sem er búið að koma inn í staðinn Kári Kristjáns keypti frá Þrótti betur kannski kveikt í þeim peningum er það ekki flottur leikmaður? Jú, en hann verðist ekki hann er bara í bekkjamatur í Jóa kemur inn á í þessum leik í Eyjum og breytir svolítið þeim leik en síðan verðist hann vera bara í kvöldanum þeir sækja Sverri Pál frá Eyjum hann fær allar mínútur Þannig að Hafsendi sér kaupa frá Svíþjóð, Sigurður Bond, einn af mínum betri rínendum úr Gaflarakverfinu. Hann segir hann geti ekkert. Hann var tekinn út af þarna í gær. Út fyrir þennan leik í gær. Og þetta er 30 leikmaður? Þetta er 30 leikmaður, og svo eitthvað kostar hann eflust. Þannig að svo sækir að frænda við að svona Arnar Stórs, hann er mættur byrjanliðan í gær og var að spila á KR-ellurum. Þannig að það er ekkert voðalega bjart af það því miður og eins og ég var mikill F-áðingur fyrra þá skil ég ekki alveg ákvaða vegferð þeir eru. Þeir áttu svo high intensity fótbolti og pressa út allt með ungu leikmennum og gröðum. En það er ekki einasta svona perióda í leiki á F-áð sem ég bara djúvitt þeir aggressífir og liðin eigi ekki breyk eru fyrir kaðlana. Það er ekki eitt lið búið að vera upp með neitt kaðal múti F-áð í sumar sko. Og framarar eru ekki þeir óttast ekki það að mæti Krikan núna helgina ekki fara eðlu sen sko. Ég man við spurðum Davíð að því þegar hann kom til okkar bara, ef þau eru með 2 stig eftir 8 leiki og eru bara í fallsæti Jói Kalli heitu sæti? Hann sagði bara nei. Þannig að það er bara vegferð. 4 ára díl. Já. En mér finnst líka bara að því að Jói Kalli er svona, hann er fæter mér finnst bara strax komið svolítið uppgef í honum í viðtölum. Já.
og hann náttúrulega lét valla ná í sig fyrir mót Nei, og Davíð var að þurft að svara fyrir þetta þegar Jói degu líðið að velli á fylkisvellinum í þeim frægarleik þannig að mér finnst þetta rosalega skrítið og þetta kostar eitthvað þetta lið en þetta er ekkit sama þegar FH var bara að rúla íslenska fótbolta og yfirbuðu alla leikmenn sem voru á leiðinni heim til landsins eða keyptu bestu mennun og öðrum liðum og með rándýra útlendingar sem voru að færa þeim titla ár eftir ár eftir ár þannig að þetta ég geti trú að þessi vegfæri endi í því miður í ykkar deild á næsta ári. Já, lengjadildinni. Já, Goal Unit, þeir allavega hlægja alla leiði banka. Já, þetta er... Já, hvað ætli þeir sé að fá árið frá F-fáingum og valsmönnum? Já, er ekki öllið með Goal Unit nema Víkingur eða? Ég veit það ekki. Já, ég held það. Já, þessi hópur, þetta er þunnur 13. Þeir eru með pósta, þeir eru með Kjartan Kára þarna. Já. Tómas Orri sem er svo til geggjaður. Tómas Orri er vel góður í fótbolta sko og sýndi það. Já, við gáðum hann úr smáranum. Ég veit ekki hvað það væri án hans í dag sko. Nei, hann er flottur. Einmitt. Svo eru með fleiri. Já. Þeir eru alveg með. Svo missir hann alltaf Björn Daníel frá þeirra. Hann var alltaf langbesti leikmaðurins. Hann er frábær leikmaður. Það vantar í þetta lið því miður. Svo má ekki taka í vöruna, það kannski geti verið ástæða. Já. Þeir eru nikotínfríir. Já. Allavega á æfingarsvæðinu. Já. Það er svoleiðis. Já, það er bannað að taka í vöruna. Það er svo, já. Já, réttu, já. Þór 60 eftir 4 leiki, Sigga Höskulds, hann er að vinna réttu leikina og tapa svo bara þeim sem hann á að tapa. Ég tóku þetta reyndar val og pakkaði þeim. Kannski tökum snögt Þór bara. Já, ég menn þeir eru 3 útileikir, múti KR, Breiðabliki og Val og þeir eru með 6 stig unnu Framarinn heima í fyrsta heimaleiknum og koma nýr völlur þarna fyrir utan Bogan og bara, þeir gætu verið með 0 stig sko ef allt myndi ganga gegn þeim en það er andi í þorpinu og þess vegna kannski eru þau með 6 stig þessi leikur á Hlíðarenda þeir bara þeim langaði meira í þá punta fannst mér í þeim leik þetta var bara 50-50 leikur valsmenn hefði alveg getað unnið þann leik en Þórsarði gerðu það með fullt af stuðningsmönnum að norðan sem og fylltu þeim líka í Kópavoginum í gær þannig að það er bara stemning í þorpinu og þessi stúka, þetta er bara sjálfboðaliðar sem að græja þessa stúku sko, ekki fyrir peninga Akureyrarbæjar, heldur það eru bara stuðningsaðilar sem er á móti. Já, þannig að þetta er bara virkilega vel gert og ég vona svo innilega að þeim gangi vel í sumar og við höldum þessum Akureyrar og ég kann vel við strákan á brekkunni líka, þannig að það væri gaman að halda að sé allavega einn bestu þetta slagur sem er svona alvöru derbíslagur. Já, samanlega því. Eitthvað við að betta, bara við höldum með Sigga Höskulds. Já, alveg klárlega. Ég held þetta verði sem sagt, ég held þetta verði erfið tímabil í hann. Já. Ég held það. En fullt af ungu leikmenn. Já, þeir eru alveg með 2008 mótil 2 eða 3 inn á í gær á mótil Breiðavík. Þeir munu missa einhvern af þeim, þessi Einar er að fara í aðdöfnum sko 100% sko. En það sem er alltaf gott fyrir lið sem er að koma svona upp sem er svolítið underdogs að ná í þessi stig snemma. Það geti alveg hjálpað og þessi leikur næsti sem er að fara að spila á móti Káa, það er risaleikur. Er það 9 stiga? En þetta er risaleikur fyrir þá, þannig að vinna þar, þá ertu að koma í smá svona buffer frá allavega í svolítið tíma og þessi lið sem eru í svona við getum sagt að það sé svona meir líkur minni að þeir muni verða að berjast við þarna að þá er það þeim mikilvægur að ná í sig síst nefna upp á bara confident að fá sjálfstraust og allt þetta þannig að en ég sé IBVF þessi lið þarna Keflavík þó að þeir hafa búin að vera svolítið sprækir þeir eru búin að vera sprækir í mörgum leikum sprækir á móti KR þeir eru alveg heilla mig þeir eru búin að standa mest í KR já, þeir eru alveg heilla mig sko þannig að en ég ég vona innilega að ég er sammála ég myndi vilja hafa en maður er ágjör gámuna líka ég hef samt engar ágjör, ég held að fara ekki niður sko. en maður er svona ég vilja hafa bæði uppi þetta er alvöru ríu nefnilega þetta er ekki þetta er ekki Breiðablik HK sem er bara friendly sko. Nei, þetta er nefnilega alvöru þetta er sko montrétturinn í bænum, það er bara þannig. Það var alvöru derbi þegar við Arda spiluði fyrsta leik HK og Breiðabliks. Það var svolítið svona skemmtilegt. Það voru slagsmál í stúkunni. Já, var svona þannig vilja hafa. Kveikt í stóðsendingu Arnars og svona, það var gaman. Já, það var svolítið svona, það var skemmtilegt. Já. En það er búið. Já, það er búið. Því miður.
Það er búið, við ætlum að taka örsnögt lengjudeildina. Við erum að þetta 3 tímar eða maður. Já, heldur betur. Giggo, eða vant að pípara, hönnu, þrafvirkja, einhvern í flutningar. Vantaði Arda Gretarsson. Á græjar Giggo. Já, fá svona alvöru. Það kostar. Þetta fúskara. Ekki lærður. Gæti slegið út. Og svo er Elko. Já. Þessi nýji tækifæri vöruflokkur. Herra, þeir alltaf að stela sig frá ódýrt sem eru sýstu fyrirtæki þeirra í krónunni og þetta er algjör snild. Þetta er sniðut. Já. Það er alveg díla. Já, það er að gera mjög fína díla þarna og hvern menn til þess að tekka á þessu. Það er bara elko.is. Titrar fyrir Arnar þarna. Já, 100%. Það kemst ekki sjálfur í stuð. Hvernig fer lengjudeildin, Arnars? Þetta er stórstu spörst. Hvaða lið endar efst? Þetta er kannski svona auðvelda svari væri að setja á fylgismenn að þeir myndu, ég held einhvern veginn að þeir séu miklu betur undirbúnir undir móti núna, miklu minnum meðsli, leikmenn í fínu standi, þannig að erum með mjög reyndan mann í brunni og mjög góða mann með honum. Þannig að er það þinn maður eða? Kristó. Þannig að ég ætla svona að setja peninga á að þeir fari beint upp og svo er þetta svona spurning hverju fylgja eftir. Ofta tím getur það verið gott að vera svolítið svona að koma seint inn og rétt ná að bjarga sér í þessi top 5 og læða svona aftan að mönnum. Er ekki þessi svona usual, er ekki Þróttur, ég held að Þróttur komið til með að vera að berjast við fylki þetta efstasæti, en ég held að þau verið klárlega bæði í top 5 en ég hef að vera annarkvort þessar að fari beint upp og svo er spurning hvert liðið sem kemur númer 2, ég held svona er þetta ekki 3. eða 4. árið sem eru með þetta? Já, það er aldrei gæst held ég, annað farið. Nei. Þannig að þá er oft betra að vera aðeins neðar. Við erum bara 5. Afturölding vesti og allavega farið upp úr sem 5. seti. Já, sem 5. seti. Þannig ég held að það sé bara 4. skipti sem þetta er að fara í gang, það er bara 3 ár. Já. Þannig að það er ekkert gott að vera runner up í þessu sko. Nei, og eins og Stjáni, þú komst einu fyrir þetta, þú veist, menn er að spenna búin heldur hátt, það er ekki Evrópupenningar eða neitt sko. Nei, Njarðvík, það eru rándýrt lið, Þróttur, Fylkir, þetta eru lið sem ætla sér upp, HK ætla sér líka upp, þannig að þetta verður blóðubarða. Grindvíkingar eru með Damir, talandu ráðherralaun, hann er nú á einhverju meira og betra en það. Býtu 900 skalli, það ráðherralaun þetta. Svo fáir eitthvað, svo er hann með frían fisk og hann borðar rosa mikinn fisk. Hún komið fiskinn inn í þetta líka. Eitthvað kílóðar þorskir á þetta. Slæðið með óslæð. Það er á markaði. Hann er nótt á markaðinu sko, með einhvað Georgs. Er hann með kvóta? Já. En það er mörglið sem að, það er kannski 3 lið sem ætla sér bara survive sko, hinn ætla sér upp. Já. Saman hvort það sé gegnum playoff eða beint og reynsla heimist, ég held að hún muni ríða ansi mikið. Þeir vinna skildutugur á Nenad Sivanovic, gamla liðs fyrir okkar Ardas í fyrsta leik og þeir fá síðan Vestramenn helgina og ef þeir koma með 6 stig úr þessu þá held ég alveg að þeir geti gett þannig. Maggi Ból var skotið niður á jörðina. Já. Kannski Mike Álögin að kikka þar inn, hann spáði þeim beint upp og fór 7 grilli frá strákunum í mjóttinni, þannig að þetta er deilda, þú ferð upp á, ég segi svona 42-3 stig, þá ertu að fara beint upp. Já. Og þú vilt ekki lenda í öðru sæti, það er álög á þeir sæti. Miklu frekar að mæta 5. sæti og enga tapa. Já, rétt. Og það er galið að sé ekki bara 2 eftir færi beint upp. Já, þeir vilja fara aftur í gamla bara. Já, bara 2 eftir inn upp, svo sé ég bara 10. sæti í bestudeildinni, mæti liðin í 3. sæti eða einhver umspili, 3. til 7. sé umspili þarna. Já. Ég meina, come on. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt fyrirkomuna. Já, en þetta er svo ósanngjarnt. Segjum bara að lendir í öðru sæti með 49 stig og liðið í 5. sæti með 31 stig. Já. Fer upp. Það er ekkert sanngjarnt við það. Sammálaður. Lífið er ekki sanngjarnt. Nei, svo er það. Já. Maður er ekki það. Jöfnveldi. Er það komið í rittara spurningarnar? Í blandi almennar spurningar er búið David Johnson frumina.
Síðan ætla það ná sundið 3 sæll. Já. Er það bara 2:30? Já, það er góður. Já, og Taki ykkur tíma. klukkan slagi miðnætti, það má nú vel ekki nefna. Já, já. Ræðist þetta 3 tíma, já. David Jones, Mango Ginger Lime Twist. Já, Þorvaldur Þurrkað Freyr. mangó. Sæll. Sko, ef þið hafi ekki smakkað Mm. af því það hljóma vel, en það er Einu sinni smakkað. það er einhver töfrar þegar þið setur ginger lime á þurrkaða mangóið sko. Og svo þetta frumeri sem sjá allar almennar skoðanir ökutækja, aðalskoðanir, endurskoðanir, breytingaskoðanir, bílanaskoðanir og að sjálfsögðu tjónaskoðanir. Orður hlöðves, at the wheel. Orðhleður, þetta Hann er víl. þetta bara stjórnarfóðumar og til að kæs nú. Ég var þetta, Nei, hann er með skoðana sjálfur. Já. er það Ólafur Ingi, það er ekki furða stúkan syngi? Já, skoðum þetta. Það skoðum þetta. Hafsteinn Árnason, hann á fyrstu riddarspurninguna. Getur Arnar hugsað sér að taka aftur upp Breiðablik í framtíðinni? Já, það geti alveg komið til. En ég er ekkert að pæla mikið í þessum hlutum. Nei. Og manni finnst líka rosalega erfitt að vera eins og hér, við erum að ræða og menn tala svona létt að herðu, þessi er reikin og þessi er reikin, að því að maður vill leira sem hún gerir í fótbolta. Þú hefur líka verið hinum einn. Já, maður vill ekki Það fjátnaði með blautandraum að fá alla aftur í kópun. Ég veit Mér heyrist það. hann náttúrulega kongurinn í þorpinu í dag, sko. Já. En sko, maður vill ekki, maður vill bara að mönnum gangi vel og það sé engin reikin, maður bara samt veit að fótbolti bara það svona undatendingulaust er alltaf veitin að 2 látni fara en það hafa alveg komið tímabil þar sem enginn hefur verið látni fara. Það er alveg gerst. Það gerist ekki á, ég get lofa þér. Nei, Ég veit það ekki. En allavega, þegar maður er í stöðum sem ég, þá pælir ekki í svona hlutum. Það er bara, ef það gerist og eitthvað gerist, þá bara kemur það í ljós. Stjáni, hver fær fyrsta stígvélið í ár? Já. Fyrsta, ég hef þetta verið Linda. Já, þið meður. Held það en, ég vona ekki. Toppmaður ekki. Toppmaður. Já, spilaði margt okkur mótur. Toppmaður, já. Óskar mínu bestu vinnum. Óskar G. Óskarsson spyr, kæmist höfðingin í blikaliði í dag? Í dag, Já. eins og erum að spila í þessu fyrstu 4 leikjum, já. Það vantar gæði fram á við. Ég var fram á við leikmaður, en já, ég kemist í liðið. Já, Ég vil sammála því. að ekki reyma maður. Já. Nei, hvað Addi Greg heldur kemst í ég, ef liðið ég var bara að spila 360 mínútur á tímabil á kantinum í Breiðablik, heldur ég var ekki búin að leggja upp eða skora 2-3 mörg? 100%. Ég þori ekki að segja hana en bara já. Já, þú veist það. Bara 2-3. Já. Stjáni er toppmaður. Sko. Já, algjör toppmaður. Rósmundur Magnússon spyr, af hverju hata Kristján Óli FH aftur? Ég hata ekki FH aftur og kann vel við FH og bara þegar ég vænti minna klúb og vonandi rífa þessi í gang en ég er ekki vissum að gerist á þessu tímabili en ég hata ekki FH og ég hata engan. Og lífið og stutt til að hata einhvern sko. Hann er með sól í hjarta. Ég skal kannski Hann er með viðreisnar hjarta. Já, hann við verið snjáta, XUC. Já. Rúnar Þór spyr, hver er þessi Kristján Óli? Gat aldrei neitt. Rúnar Þór. Ég bara spyr hvaða trúður er þetta? Gat aldrei, nei. Hann hlýtur að vera mjög ungur, hann man ekki eftir. Já. Og þú er svolítið gamall. Já. Ég ætla að fá númerið á þessum gæja. Sko það eftir þátt að þetta ekki vera neitt mál. Jóhann Heiðar, af hverju Arnar er Leiftur besta lið sem þú spila með? Leiftur? Já. Þetta er svakaleg spurning. Ég veit ekki til þess að sé besta lið en þetta var alveg skemmtilegt lið hérna á Íslandi en þetta var náttúrulega við vorum alltaf með mikið á útlendingum og það var mjög mikið á góðum einstaklingum í þessu liði í Leiftursliðinu. Ég var hann í korter stoppaði stutt við þetta var alveg skemmtilegu tími en ég hugsa nú að ég ætla nú að gefa hér á Íslandi Blikaliðinu þegar við verðum hérna bikarmeistarar 2009 Já. Það hafi nú verið, já, við vorum með skemmtilegt lið þar. Já. Jói Berg var farin þá eða ekki? Jú. Alfreð var alltaf... Jói kemur á undan og fer, svo kemur Alfreð og hann byrjaði ég held að vera árið á undan. Jói spilaði 2008, eitt tímabil. Hann Alfreð kom inn á í undanúrslaleiknum við KR og klikka á víti og hann Bikarnum. og duttu út í víti og Núti Pétri Martins.
Hverju voru bestir 2009 í Blikum? 2009 Já, Alfreð, já, Arnar Kale var sigur já, og Elli Helga já. frábær. Þessi helstu. Já, Bomban spyr hefði Arnar Grétars komið Fylki upp með heilt undirbúningstímabil, já eða nei? Verður nú ekki verið kokki bara að segja já. Jú, Klárt. Hann á hérna 2 viðbútt. Fékk Kristján skilabóða símtal frá Sævari? Nei, ég hef ekki skilabóð frá honum marga oft en ekki síntal lengi, nei, mjög langt síðan ég hef ekki síntal frá honum. Ég var að kunna símanúmer þess. Já. Ég hef ennabla númer að perja. Já, það. Kann bílnúmer og símanúmer eins og engi sem morgundagur. Já. Það kemur ekki úr. Bomban spyr, þetta er eina lokum hérna, akkur hætti Kristján Óli í Dr. Fútból á sínum tíma? Það komið gott bara. Já, mjög gott. Egill Már á næstu. Gæti Arnar hugsa sér að koma Leiftri í Fjallabið eftir á korti þegar knatthöllin rís á Ólafsfirði? Þeir eru að fara að byggja knatthöll. Já, Greinilega. menn hugsa stórt. Já. Já, greinilega. Já. Já, hann var að spá í Runavík, þá lítur hann geta að spá í Ólafsfirði. Já, ég meina aldrei sé aldrei. Nei, allt er fallt fyrir rétt verð og allt það. Já. Ég er ekki kvótað hana. Jú, hann þú fær til eitthvað kvatt. Flæðendum alla fisk eins og ykkur í Grindavík. Forsetalinn og fisk. Já. Hvað lið verður Englandsmeistari? Manchester City. Ég ætla að fara á móti og segja þetta er meiri von. Ég vona innilega að Arsenal Af hverju? Hæ? Hattar að fótbolta það? Nei, ég vona að þeir vinni. Ég veit ekki, ég bara komið mér, þeir eru kannski ekki skilið en svona með við síðustu misseri en mér hefur samt fundist svona byrjun og svona langt svona fram í tímabili þá hafa þeir verið rosalega solid en svo hefur eitthvað gerst. Það er þetta er eitthvað í hausnum á mönnum, það er bara alveg klárt fyrir þess að þeir voru svo ógeðslega góðir og þetta er það sem er gaman við íþróttir. Hvað gerist þegar sjálfströsti svona, það er komið núna, við erum ekki að fara að vinna það. Nei. Það er bara, nú ertu farin að efast hver einustu sendingu, hver einustu ákvörðun og kemst í döðfæri, þú ert ekki að nýta þetta er alveg galið. Já. Þannig ég veit ekki, ég láta Pep taka allt, þrefalt sko, hann er farið að taka FA-köpið og það var menn búin að afskrifa hann á þessu tímabili. Ég vonum að taki þrennuna og hætti. Já. Þá leifur okkur rauðbúum í Manchesterborg að dreyma á næsta tímabili. Já, hvern villu fá í United? Bara Carrick. Áfram? Ég er til að gefa hann, bara opna veskið og kaupa einhverja leikmenn og hafa gaman. Já. Ég held að þeir sé ekki að fara að vera mestar á næstunni. Ekki með Carrick allavega. Það veit aldrei. En þeir eru alltaf búin að vera betri í Liverpool, það er að segja eins og er. Það er ekkert að vera þetta þar. Hvert er Chelsea að horfa, Arnar? Já, það er góð spurning. Ég veit ekki hvað þeir gera. Ég veit ekki hvað, þeir gerðu það núna síðast. Þannig að ég veit ekki. Mér varst mjög gaman að hlusta á hann þegar hann var í viðtölum og svona. Já, ég hef gaman á hann. Hann er svo bilað. Já, ég er nefnilega gaman að hlusta á hann. En ég veit ekki þegar þú ert komin í svona klúbb eins og Chelsea, ég held að þú þurfir eitthvað reynslu gæja sem hefur bara þekking að díla við boardroomið eða Íraóla taka við. Já, eitthvað svona gæja, Alonso eða eitthvað svona sem hefur spilað á háu leveli, er búin að vera, þekkir þetta og getur díla við það. Þetta er svolítið öðruvísi að eiga við einhverja, og er þetta ekki Bandaríkjamenn sem átt á núna? Jú. Þeir geta verið mjög sérstakir. Þekki ekki leikinn. Nei, þeir horfa svolítið öðru svo hlutina. Þannig að ég vona allavega að þeir taki eitthvað svona sem þeir endist, menn manni finnst þetta orðið svolítið þreytt sko, það er bara rekið alveg bara. Ég væri til í Mourinho og Conte, ef þú spyrir mig. Já, þetta Blue Co er bara, þetta er ómikli trúðarhaldi. Conte er þið svakalur sko, það er frábæð þjálfari. Já, hann er sínt árangur allstað sem það. Bjarki Hólm spyr, þessi til þín Arnar, hvernig er að vera með Rikka G fastan á fermingabróðunum alltaf? Þetta er rosaleg. Þetta er sterk spurning. Þetta er rosaleg.
Þetta er svona, já. Nú máttu segja pass, þú ert ekki maður að segja pass í allt kvöld. Ég ætla bara að segja, segir maður ekki í bandunum, take the fifth. Já. Take the fifth. Unna Páll spyr til Kristjáns í hvað umferð fáum fyrsta K.A.-markið frá Daniel Dejan Djuric? Ég ætla að segja Í 19. hvaða? Já. Rétt fyrir skiptingu. Já, 19. Rífur svo róan. Já. Fyrsta markið. Já. Nei, hann hlýtur að drífa Það var sig að bekknum í nákvæmlega ég er 100%. Já, en veist, hann er góður til að veist, anskoðu, svo það er líka tökkur í honum, ég skil ekki veist, attitude í honum, allavega þegar maður er heima veist, svona gaur í honum svona skemmtilegt sko. Er ekki auðveldar að attitude úr til liði sem er að berjast alla titla? Það getur vel, en nú er náttúrulega nú er kannski gert meiri krafa, veist, að því að þú átt að Hvað er besta staðan hans? Er það 10 eða kantur? Ég veist að vera svona Hann er búin að vera í 10-ni. Ég veist að vera svona flexible, á kantinum komandi inn, svona, hann er ekki típiski vængmaður með eitthvað súper hraða, hann er bara svona multifunction, hann er svona klókuspilari ég veist hann, veist, eins og hann var í ódreipandi Já. Þannig að Klart. Arnar Laufdal spyr til Arnars hvaða flösusjampó er Addi G að nota þess að dagan? Dr. Dandruff Já. Þetta er meistaraldildir Takk fyrir þessu spurningu nafni Var þetta að fara að pappa hennu? Já, loka spurningin er bara þetta er komin Kristján, er ykkur dílar að fara yfir línuna? Múrum með stjörnu blaðmann Án við lokum útsendingu Okkar allra besta Já. Dýrast á Twitter reikning landsins Þú ætlar ekki að segja okkur hérna? Ekki séns, ég get það ekki. Eitthvað stórt? Nei, bara alvöru dýll. Já. Guttina sem alltaf er að fara Já, guttiðin, já. Ég sagði ekki orð, ég sagði alvöru dýll. Ég sagði það. Já. Heyrðu það frá mér. Arnar er við skúpið. Þetta er allt sjá. Arnar Grétarsson, Kristján Óli, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk. Takk fyrir okkur.